4 og FN95 blöður hafi göngu sína þennan föstudaginn 27. mæ. Næstur mæti minna þá komin júni, fyrir ykkur sem föttu það ekki og ekki ennþá komið sumar. Nei, þetta ekki lægi. En alltaf ekki byrja á bad note. Við erum í þvílíkum gír. Mér fannst bara svo geggjaðu statusinn hjá Pálma Gessin leikar á hann. Hann var að tala að það væri, hvernig var það? Það væri herri Það eru herri stýringsvextir heldur en hittatölur. Já, þetta var hann í spaukstofunni. Það er rosalegt. Kameri upp á 10. Svo er hann líka fell á bodybuilder. Hann rýfur játnin í hlýraból. Ég elska Pálma Gess. Hann er rosalegur sko. Hann líka sko, hann fastar í, hvað fastar hann daginn? Í 3 vikur? Nei, það er ekki hægt. Ég satt við hliðina á hann í brúðköpunu hjá Sögu Garðars og Snorra og hann sagði við mig, ég veit ekki alveg hvort ég ætla að ná í bjór fyrir okkur. Hann sagði, ég veit ekki alveg með mat og bjór sko, ég er að fasta. Það var hann búið með eitthvað 6 daga og ætlaði þá að taka viku. Ég sagði, 6 daga, bara drekka bara vatn og hann vildi meina að sem ég er enda sammála með að við líka minn vinnur endalust, alltaf að gefa honum frí. Já sko, ég get ekki fasta frá því að vakna til hátdeis. Þá er ég bara komin í vont skala. Blöður og erfiður sko, ef hann fær ekki hátdeismat sko. Verður hangry. Það er engin maður í heiminum verri í föstu en þú er vel erfiður. Þetta fer beint í hausinn á mér. Þess vegna hef ég alltaf verið að tala um að ég myndi vera helvít öflugur á eyðieyju namastu. Við erum alltaf að rífast hver myndi spjara sér best. Það er ég held ég get sleppt ég að geta. Það er eina sem getur gert þar. Og það er basically að sleppa að geta. Ég veit það, sem er ósækjandi að ég sé í vestu hann myndi lifa lengst sko. Hvernig er aftur þú ert ekki með fytuforðablöð sko. Þú ert döður á svona 3-4 dögum. En byrju, hvernig er aftur þið saying neyðin kenni naktur konu að spinna, er ekki þannig eitthvað? Neyðin kenni nögtum. Var þetta ekki orðið að neyðin kenni nögtum Bubba að spinna? Já, ég vinn á FM sko, hann eðlilega þekki ekki þetta koncept sko. Þetta er rétt hjá mér. En allavega, þá er það þannig að ég verð honum það svangur að ég verð farin út á eyju að finna mat. Þetta kannti ekki að fish as a real man. I would learn it. Ég kann að fish. Þú kannti ekki að fish. Nei, fish. Ég hef aldrei séð veiða fisk. Það er nákvæmlega sem ég gerir. Ég hef aldrei séð veiða fisk. Ég er einhver besti fisher. Já, ok, en þú ert ekki bara með spúna og veiðistöð. Já, nákvæmlega séð með. Nei. Ég lélur á flug. Ég veit ekki ég er góð við flótholtið. Já, heldur þú sett bara með það með þér ef að flugvél rapar, heldur þú sett bara að fara eins og Bubbi? Ég smíða það. Smíða það? Já, bara næmi. Hvernig ætlar þú að smíða hjól? Ég bara smíða veiðistöng, skilur, í flókið, sko. Smíða, ok, maður spyrir einu, hvað þú væri núna? Ég veit að pappin er bliksmiður, en að gefa okkur núna að væri bara eyðieyju. Hvernig myndur þú byrja á því að smíða veiðistöng? Ég myndi byrja að smíða veiðistöng. Úr hverju? Út af því ég ætla bara fish. Ég elska fisk, sko. Ok, heldur þú getur tekið spjót og sett svona í fiskana? 100% já. Þú þarf að standa í vatninu, þykir að standa mjög lengi. Þessi fiskur heldur að þú sért bara eitthvað shit í vatninu. Þú ekki bara reyfa það lengi. Þar kem ég sterkurinn sem ég er með brúnafitu. Ég get verið onni í sjó lengur en flestir. Ertu með hvað? Heitir þetta ekki brúnfita? Ertu með brúnafitu? Bara eins og selir. Þú ert ekkert eins og selur. Hann er reyndar heldur líku sel sko. Ekki að vera leðilega. Heldur þú sett með einhver öðru í sem fit en við? Já sko, ekkert algjörlega öðru í sig. En ég er með svona hluta til brúnafitu. Nú veit ég ekki. Ég veit ekki svona að tala um. Ég er bara, ég hef aldrei heyrt. Ég elska þetta entertainment. Hefur aldrei heyrt um. Hvað er það að tala um? Það er sko, þá getur þú verið lengur í sjónum. Þetta hefur verið sagt við mig maður. Ég sko, en mál er að foreldrar mér sögðu heldur mikið við mig sem við leiðir þetta aldrei. Þau voru aðalega að kaupa sér frið og sögðu bara eitthvað. Voru foreldraðin að segja að þú væri með brúna fitu? Nei, ég hef eitthvað það er stórfurðulegt. Ég er komin á vísindavefinn þetta. Og bara hvar gerist það í uppbyggjum fyrir sagt það? Nei, 6 ára og sögðu Steinþór minn, þú ert með brúna fitu. Alls ekki. Þú endist betur í vatn. Þau voru ekki að kalla mig sel þegar ég var krakki. Ertu góð að sundmaður? Nei. Ég þarf ekki, basically, ég þarf ekki svo sem að synda því ég get verið lengur onni en flestir. Ég sko Þú hefur ekki haft hausinu. Já, ég er með hundasund. Ég held mér á floti. Ég er ekki að synda mikið sko. Við erum allir þar. Það er enginn okkur góður sundmaður. Ég er lélega sundmaður. Af hverju ætti ég að vera góður sundmaður?
Hvað græði ég á því? Það er ráðan að vera selur Já, ég er að segja en heldur Selur, kunna synda sko, heldur góður í því sko Egil er góður að lifta, hann lifti þungu. Hvað græðir hann á því? Þú græðir ekkert á þessu. Enda er ég alltaf að segja við henni að hann sé wasting his life. En ég er að segja, þú veist, en ég er ekki að fara mikið út núna að synda langa vegalengd, sko. Nei, ég held að sé allt í lagi að vera góður í sundi. Núna, ég var alveg til að vera góður í sundi. Já, ef þú ert að keppi í sundi, þarfst að vera góður í sundi. Þú myndir aldrei veiða fisk og verið fastur eða. Þú getur verið góður að finna eitthvað svona bífrundabú og tróða henni það. Í fyrsta lagi veiði ég ekki fisk. Já, og svona myndir geta hunokk þetta. Já, myndi ég geta hunokk? Hvað var ég? Nei, bara þetta var eiði. Það væri Sérðu steita fyrir þið, bara eins og Winnie the Pooh með svona bífrugnabu og geta hunokk. Ef það var ekki bíflugur á segði, þá ertu döðu strax. Ég myndi segja að væri mjög sniðugt af mér að ná bíflugnabú að borða hunangi. Það heldur bara lífi á eiginu. Þetta er líka bara annar áhugaverður punktur. Hvað er á svona eyðeyjum? Er ég að fara að finna svínað nú? Þetta er eitthvað eigið og þarf að sko. Ef þú lendir í alveg villisvíni þá ertu í vesenni. Ég hef séð vídeo af villisvíni. Sko, þau eru hostile, sko. Vel hostile og hættuleg. Ég myndi rota það með stein bara. Já, sko, þannig að þú myndi rota allar með stein og hann myndi vera að veiða fiska með spjótinu sínu. Men ég actually myndi bara vera ég er í bestu málunum að það, alveg staðfest sko. Allur stungin og ógæsluður? Nei, ég myndi alltaf losa mig við. Ég myndi ná búinu á okkur skitsniðan hátt. Veistu hvað bífluga gerir? Þú stingur þig? Nei, því að það er ekki styrla staðrindir í dag. Ef það er bara heilt svona bú eftir þér og þú hoppar í vatni, það býð eftir. Það er ekki bara í teiknumítunum. Það gera það í alvegni. Þannig að þú þurftir bara að vera í vatninu. Skvettir á þær. Skvettir á þær? Þú veit það. Þú veit alltaf ekki. Já, ef þær eru beint fyrir ofan vatnið og sjá þig onni, þú myndir alltaf að reyna að skvetta á þær eða safna orku í næsta hlaup. Já, ég held að það meira þannig og finna næsta hús. Við getum gert þetta einhvern tímann. Föru þrýr og eigða og sjá hvað hver lifi lengst. Ég er feskur sko. Það er þetta góð þáttur. Já, það var þetta mjög góð þáttur. Já, þetta var eitthvað þáttu kannski en ekki bara við færum þrýr. Við þrýr að keppa sem vægur. Málið stendilega, hann er svo góður að ráfa eitthvað. Rávar bara Það myndi líklega að vinna þetta. Rávar þessu eigi bara. Hvað græðir hann á því? Ráfum einu? Bara sem heima á sig. Rávar hann er seitt með stakkur. Hann er ráfandum. Strax einn ókosti fyrir þig Steind á Eyðu. Ég líka að horfa mikið á þessu. Það myndi bótinn finna bara vatn og sjóðandi sem hann sko. Ég að horfa líka, XM-ið væri kvölda-XM-ið minnur. Ég var ekkert mikið að spá í því þarna held ég. En ég horfa mikið á svona náttúrlistætti. Nei, þú gerir það ekki. Jó, ég gerir það bara víst. Þú ert svo fullur að spá. Þá hefur það sannir. Þú hefur ekki tíma í. Sigrún og Tengdó. Þú ert ekki neitt að horfa á þetta. Þetta er alltaf í gangi. Ef það er ekkert í gangi, er þetta í gangi. Heima. Þetta er alltaf í gangi. Þú sagði mér daginn fyrir ég var að spyrja og ég þekki próteinpöttur. Þegar ég spurði daginn hvort þú væri búin að horfa á hvað heitir hún, Inception. Ég man ekki hvað serían heitir Inception með Leonardo DiCaprio. Nei, ekki Inception heldur gaurinn skilur ekki máli. Nei, það eru sturlað þættir. Þá sagði þú við mig, ég horfa aldrei á sjónvarp. Ég hef ekki tíma. Núna situr í sætinu og segist að alltaf var að horfa á eitthvað dýralífsþætti. Já, sko, það er bara í sjónvarpinu. Þetta er bara mallandi. Discovery eða Animal Planet. Animal Planet. Þetta var að horfa gæðan á YouTube svo þetta dýri stinga sig. Það er þáttu komin í veislu sko. Nei, það er náttúrulega, ég hef séð hann að snákakall á YouTube bara, sem er alltaf að snákakall. Þannig að láta snáka Ég hef talað gæðin að láta alls konar dýr stinga sig. Það er entertainment. Já, ég meina, þetta vantar hérna í sjónvarp, finnst mér. Okkur er manni ekki hvað sem þetta er. Það er náttúrulega, þú veist. Sverri Bergman, þú ert alltaf með okkur hérna, Söngfuglinn, Sverstu náð. Þú varst í þessu stúdíu hérna every goddamn morning, þetta er langa tíma. Þetta er ekki fyrsti dagur hérna. Síðan þá? Nei sko, þú verið hérna heldur oft sko. Þú ert fellow radio man. Já. En nú er hann governor, það er ekki lengur trúður að það. Þetta skrítið, er það að kalla minn í þetta? Svesti sagði áðan bara, herru, ég kem inn í þriði innkomu. Svo allt inn er við bara einhverju miljón saman. Söri, nú ert þú hérna, þú varst alltaf í útvarpinu. Ótrúlega skrítið innkomu. Út af því við munum vera endalust hérna, tókum til að drepumst. Það hætti bara, þú er hann governor. En það er ekkert ástæðalaus að Sverri Bergman er hérna með okkur því að við Svessi erum að fara á jammið með Íslandsmeisturinn Tindastóls strax eftir það. Það er rosalega. Ég var að fara yfir planið það. Ég stóð við mitt, ég lofaði. Þú sagði þetta í blöggkastinu, þú myndir taka allt liðið á bara old fashion bara rall, krossara rall. Eins og ég ætti afmæli. Og það var Þú ert að bæta fyrir 3 daga bendirinn. Ég klúraði 3 daga bendir fyrir norðan, en ég er að bæta upp með þessu. Þeir eru núna í rútu á leiðinni söður og við erum að fara á alvöru
króksar að djama. Shit, það er plan Sjáland, steik, raut, átó flöskur. Við erum að fara að byrja í keilu Og keila Já, það var boccia líka. Já, svo fyrir Við hljóta að taka boccia í nótt. Já, hafði engar ákveð, svo fyrir við í karaoke. Þetta er bara króksar á koncept Það endið í NBA Jam. Það gæti endað þannig sko. Þú vannst hann aldrei. Þú veist í 6-7 morgun. Það er einhvern Síðan tíma. var ekki sátt. Þú komst heim bara 9 morgun. Nei, það var moment bara, herru, ég ætla ekki að fara fyrir en ég vinni í NBA Jam. Svo þú varst klokkur komin heim til 9, 9:30. þá sagði ég, herru blöð, þetta trúum er, þér. ég er farin, ég er off. Eðlilega slakur game Elskar á þetta lífinu sko En sko, það er eitt í Íslandar. Þú veist, þið fáið ekki betra tækifæri að taka NBA Jam með, þú veist, þetta eru Íslandsmeistararnir í körfu, sko. NBA Jam er endur hættu sá leikur. Já, ég og Vildi vorum bestir á landinu. Ekki að þið finnið bara gömlu góðu Sega Mega Drive, sko. Það er álöru kvöld framöndan Já, ég er illa peppar. Ég er í þvílíkum gír sko. Ég tek 2-3 á kalda þetta í þættunum og svo er það bara. Eðlilega. Já, Strákar, það er algjör veisla. Ég á Sega tölu, sko. Flott sér. Bara, láta okkur vita hann, ef þið viljið. Nei, ég við fatt erum að góðir, ég sko. keypti svona mini Sega tölu. Hann á segatölvu. Já, Sega Já, tölu. auðvitað hendur einhver Það er langt að segja Það er ekki líka Commodore 64 Jú, reyndar. Hann hendur aldrei neinu. Heyrðu, Sessi, reyndar er ég líka með þína tölvu heima hjá mér. Nú. Nintendo 64. Herðu, ég var hægt að ræða hvað tölfur þú átt og förum yfir hvað er í þætti dagsins. Herðu, eitt sem Engar áhyggjur, henni verður ekki hent. Eitt sem ég verða Hann er mjög skrítinn, sko. Muna hérna drengir, svo ég gleymi ekki. Ég ætla að taka í fyrst engum því að okkar besti maður Hlynur, hann er á leiðin til Svíþjóðar í aðgerð. Hlustar á hvern einasta þátt og við sendum baróttu kveðjur. Okkar langbesti maður. Já, okkar langbesti maður. Við vitum að klára þetta með stæl drengur og 100%. svo beint heim. Svo erum við með, sko við ætlum í klefa. Nú verðum við bara útskýra fyrir hlustöðum Steindi að stundum heldum maður sem er geggjað hugmynda nýjum dagskalli. Já, já. Svo er hann bara ekki nóg góður. Nei. Við ætlum í nýjan klefa sem heitir Hvernig á ég að vita. Hann bara náði einhver flugi. Skeytan. Já, þannig við ætlum ekki að spila hann. En Við við ætlum ætlum í basically að ringi fólk og reyna að fá þau til að segja hvernig á ég að vita það. Já, það var svo Og- pælingin. Það Og hljóma sem gott koncept Ég var að vera að gefa gott þegar hendur ykkur í það Nei, ég ringdi pappa og spurði hann hvernig þetta opna fyrirtæki erlendis og hann var bara sko hann sagði ekki þetta hann tók ekki hvernig á ég veit það hann basically bara heyrði hérna sko það er auðvitað einhverja reglur erlendis og hann bara kynna þér og ég bara hvað stiður þetta Skýrtalið var bara mjög langt og ekkert að gerast. Þetta er stundu sérðu fyrir þér bara, ok, ég ætla að ringi þennan og bara ef ég spyr það bara, hvernig á ég veit það. En svo er þetta alltaf, veist, það er allir svo næs. Við erum hins vegar með í staðinn ætlum við að fara í fyrsta sinn í langan tíma drengir í flottulagkeppnina. Hún hefur ekki verið hjá okkur held ég bara í 1 eða 2 ár sveið með þá. Nei, ég fekk sendingu bara á Instagraminu á bara Það er hérna langt Það er okkur 2-3 ár sem fór það ekki Það er mjög langt. það var bara við vorum beðnir að hendi Ég er búin að brainstorm í allan dag Já, þema dagsins er að því að við erum að fara með Tindastólsliðinu á skemmtistað og eftir við drengindir endum á átó og þá er það hvaða lag verður til í að fá klukkan 1:30 nóttin og þú ert að labba yfir gólfið lægit eftir á og þú bara herðu ég verð að snúa við og fara inn á golf. Hver Það er þema. er líkur á að fara í sleik og átóðu kvöld Bara engar og íbarast. Ég er bara að velta steinum Já, Rakel er ekki nýri í bæ sko. Það er líkundur í fyrir sleik. Hvert eitthvað ruggar. Það er alveg og líka bara hversu skrítið er að það er hugsunni bara þegar við flúta skemmt okkur það var svona spurningi þín hvað er líkundur að fara í sleik. Það Ég er veit ekki rosalega að skrítið. fyrst sem er datt í hug, ég veit ekki að Já, það er stórfurðulegt, talandi þig og þína stórfurðulegu hætti, hvað er í spurningkeppni Gilsannars? Hörðu, fyrst að Manswear er hérna Ég hef aldrei verið með þess að keppnaður King of Króksari Hver er kongurinn á? King of Króksari Og Svessi með? Og Svess, já sko, Steindi er náttúrulega underdog, skilur Já, Steindi. Er ég Þú færði með? að vera með Ég Þetta er sko- þryggja manna kepp Ég þakka fyrir það að fá að vera með Ég meina, ég komið á okkur inn Og og líka bara kemst á blað, það er stærst Já, ég meina, ég held með stólunum Ég var yfirlistu stóll í úrslitakeppninni hjálpaði þeim. Þú varst að segja þeim. Yfirlistu stóll og hérna og svo Við fer tölum ég ekki svona sko. Jú, ég Yfirlýstur hvað stóll. meina? Ég er yfirlistur Spurningarsmaður Tindastóls Yfirlýstur stóll. Ertu Ég, að sko, share? þú mátt ekki Það glima því smakka. Ég er grettismæður sko. Já, það er svo Þú veist, ég er Yfirlýstur legit grettismaður. Já, veist, ég er legit Ég á treyju Og líka Já, hjálpa, hérna- þú varst að gefa þeim tips, sagði strákar Farið auðvitað körfur Hætti þessi Já, þristum ég baði þeim að minka þryggja og stóla svolítið á bara skillsettið og Bara þeir gamla gerðu góða- það. gamla góða leið. Já, þeir lokuðu því líka og málið er að
Já, og svo var maður bara mættur á krókin og ég og blöða og svesmennar hittu Sko ég held að þú mun að lega breykis að kenda þó Ég að held þetta blöð og Svesthard eru þetta favorites Það hlýtur að vera Mér finnst ég allavega skilja að vera með Það er ég að koma eina kveðju Ég elsk alltaf þegar fólk sendir á mig og er eitthvað að peppa að hlusta Guðjón Helgi Guðjónsson Guðjón besti engarþóra á landsis Hann og Sara eiga sambandsammáli og að fara í rassaferð á Hotel Geysi Jésús, alveg Þú veist, þeir eru bara ballauðs og leiðin og Geysi og hlusta nú á leiðinni Til löku Kærleiks kveðja Já, þvílíkt og falleg kveðja svona á sambandsalmar Og fyrir utan það heimska flón þá eru þau gift sko Þannig að þetta er brúðkaupsamæli, ekki sambandsamæli Ég vinn á FNÍ sko Þetta er eitthvað sjárat sem ég hef bara verið til að sleppa því að fá ef ég væri, hvað er hann, Helgi? Guðjón, ég bara sorry sko fyrir hönd Álur kveðja Svo erum við með máva Því að Steindi sagði að það kemur ekki annað til greina í dagana Fá mávan inn af því að þú ert með einhverja rosa fréttir Ég er með rosa Máur er komið sterkur inn aftur Já, strákar, ég er með þannig stöf núna sko Ég er ekki að fara að henda ykkur í spurningakefni Ég er ekki að fara að spyrja ykkur hvað ég þekki Nei, ég er bara að fara að segja ykkur aðeins frá hvað er að gerast hérna af því að þið eru, mér finnst stundum eins og þið séu bara í ykkurum kassa Þið sjáu ekki kringum ykkur Þeir eru orðið störðlaðir Já, Egil sendir eitthvað vídeo í gær Þannig að það voru allir kolvillis Ég var í gær í Day of Fun með Horny Tatman og meisturum Sko Ég hef aldrei séð svona mikið af máum á ævi minn Það er vantilega bara verið á Östuði sko. Er það svolítið don't call it a comeback? Er það með comeback? Já, þú veist máli, eftir að það var greinleikur að taka að sér að drepa á daginn Munið það, sendu kurvu í smá tíma Þið verður aftur og þig, ég stend með þeim sko. Já, við erum ekki að peppa þessi að drepa En máli er að þeir eru sko En erlendist strákar, þá eru þeir farnir að bralla ímislegt meira Spilum við máa þetta eða? Já, þeir eru basically farnir að bralla hluti erlendis Þeir eru ekki komni með hinga Og ég ætla bara basically að fá álit hjá okkur Hvað Það er bralla hluti erlendis Þeir eru farnir að bralla ímislegt erlendis Opna hárgræslustofu? Nei, sko, það hver veit En þeir eru farnir að bralla ímislegt Ég ætla að fara yfir þetta í máum á eftir En eins og heyrið, kæru hlustundur Þá er nógum að vera, við verðum í gýr í dag Herðu, svo mjög fyndið líka eitt sem ég tók eftir og ég skrifaði þetta niður Því að þú vorst að tala að það þekkir engin betur virka í athugasendum heldur en þú Ég geti skrifað ritgerðum virka Já, ég er eiginlega búin að átta mig á hvað fyrir mest í töðun og virkum Það er ef það er nýtt par Já, virkur hatar það sko Já, og það kemur eitthvað þessir byrju saman Þá sérðu strollun af hatri og viðbjöðu Hann trompast þegar hann sér það Það er fólk sem byrja saman Einhver í anskotar hann sér að skrifa það Siggi frændi minn var að byrja með dísu Okkur skrifið ekki það Ég hef þetta að segja það Djöfum þó ég þessum dag Ég elska virkan sko Það er góða við samfélagsmiðluna Það eru virkir Hvað hattar virki mest? Þegar alltaf, þú veist Þú segir mér að þú myndir að uppgæta núna Stækka við þig Virkum myndi alltaf að gefa þér álur lestur þá sko Já, ég er að fara í stærra hús Já, Fekst það ekki að heyra að það kefti höllina? Nei Já, sko, það var að góða tíma Núna er sko vextirnir komnir í 8.75 Og fólk er pirrað Steindi fengi lestur í dag Þú veist, frétt kemur núna Fólk á hann að slaka þarna sko Já, en ég sko, það væri gaman líka að taka smá könnun Hvar er mesti hittin sko, þú veist Hvar? Já, hvað pirrar mest? Já, hvað pirrar mest? Og líka alltaf eitthvað frétt síðum Ef það er ekki með þessu frægur eitthvað Það kemur ekki stend eitthvað svona og inn í fyrir svona eitthvað Frægir fór í bíó og eitthvað Þá verð trompast virki sko Hver er þetta? Hvaða fólk er þetta? Þekkir alla á minnu þetta sko Þykist ekki þekkja neitt Hvaða villisíkar eru þetta? Þannig að ég elska virkandu lífun og ég vona að þeir halda áfram. Já, og fyrir einhver sem eru að gefast upp á veðrunu hérna á Íslandi, við nennum ekki að ræða það, en Siggi Stormur, við erum með rosalegt sæning, hann kemur í blökastið. Það er bara að heyra, hvernig verður sumari Siggi? Geðu okkur það hrátt. Við ætlum að fá hann hingað, en svo föttu við bara við þurfum að spjalla betur við hann. Hann kemur í blökastið. Og líka bara svona hvað er að frella. Og líka, þetta er svolítið líka bara Amazing Job líka, þess að við erum séð við í blökastunni, Amazing Job, serían okkar. Við erum búin að fá sko prest, lítalækni, Meindireiði, Sæðlabankastjóra. Við erum búin að fá fullt af fólki sem er með mjög interesting job. Þú veit, í Bandaríkjunum með að vera weatherman okkur stöð, það er bara, þú veist
You're the shit. Já, sko, það er bara skemmtist að það er sko bara fólk að líður yfir það, sko. Já, herðu, Það er þannig, sko, þannig jobb í Bandaríkjunum, sko. Ég meina það er Og Siggi Stórmur er svolítið okkar þarna. Það er þannig jobb á Íslandi líka held ég meina ég held að fólk líði við fólk þegar að sé stormin sko. Hann er frægastur að Já. Hann er langt frægastur að En ég ætla að byrja þáttinn á Hyundai Coupe lagi dagsins og drengir því að þetta er mjög fyndið Egill spurði mig daginn Býtu hvað, en voru ekkert að hlusta á þennan? Ég sagði, jú, það datt reyndar alveg inn og þá var það nú oftast þetta hérna lag, drengir, veitir hvað lag þetta er? Nei, þetta er, ætlar að opna þetta á Jackson maður Þetta ertu andlit Jackson Getur þú tekið sporið fyrir mig en það bara private show? Ég skal gera það. Það ekki? Að því að fara að gróksa þetta Hyundai Coupe lag dagsins Álfur byrjun á blöðu í dag. Já, þetta er alveg lag Þetta mennur að fara að mökka sig í kvöld þá er álfur tónlist í dag, sko. Ég veit að stólarnir voru að hækka í rútunum Gerum bara einn Spilum ekki leiðilegt lag í dag Ég til Hljóma það. Já, það hljóma bara mjög vel Bara að spila góðlu Þannig að þú veist Þú er ekki gefur í brjálaður og ferðir ykkur lagan í kerfinu Það er bara að hafa það, sko. Nei, hann er Við hljóttum að með dílar Já, tekur það bara Dílum alltaf í kerfi Það er komin í jagurinn, sko, það er fyrstu döður Já, Skítsamur. hann er á leiðin í bústað Ég skvassaði henni í morgun Hann er á leiðin hérna Rassaferði, fjölskylduferði Fjölskylduferði eitthvað Herru, hérna Förum bara í slúður hér í FN95 Blu Og eru þið tilbúinir, drengir? Takk Ég er með ágætis pakkandekus Ég ætla að byrja á Jay-Z og Beyoncé Þau voru að kaupa næst dýrasta hús sem keiftu verið í Bandaríkjunum Já, nóg til þar Já Þau voru að kaupa sem sagt, hús eða nýja eign í Malibu sem kostaði 28 miljardar íslenska króna og þetta er dýrasta fasteign ever í sem sagt, Hvað er USD? Eitthvað 2 miljardar eitthvað, nei hvað var þetta? Já, allavega, ég veit ekki hvað 28 miljardar íslenska króna er Ég með þetta á íslensku ekkert mál Já, og þetta er 2700 fermetrar Já, og þetta er, já eins og ég segi, þetta er næst dýrasta hús sem hefur keypt Já, þau borguðu $200 million Shit, maður Já, það er svolítið meir en 2 $200 million og veistu, hérna kemur fram hann að hvernig láni var og veist, 50% út eða 20% út eða 10% láni það tók Góð punktur Ég var til að fá svona settu 200 M á borðið eða hvernig Þetta er rosalegt Það er alltaf nóg til ef hann er metin á 2B eða ekki Já, og hún er þetta er 10% af því, hann læra þess Já, nei, þetta er ekki svona vesen fyrir hann í einu sekundu og þetta er ekkert eina eign þeirra En myndið þið vilja eiga svona rosa Nú er ég að spyrja bara ég var til að eiga þetta mennsjón, já 2007 En ég var rugglaður Væri ég til að eiga þetta mennsjón? Nei, það verið í bólunum minn áfram En ég er báðið Þú getur verið í þessum mennsjón Ég er að meina hvort að þið myndir langa fyrir svona ógeðslega stóru rými í staðan fyrir bara einhver ógeðslega Já, flottu bara veistlóta, ringi mig, hvað ertu? Ég er hérna Já, bara leitaður í húsinu Ég er fyrir austan, austamegin í húsinu, sko Kort er að lappi yfir, það var alveg veistla Ég er bara að spá í hvað allir kostar að reki þetta Þóttu, segjum bara að þau eigi þetta Hvað allir kostar að reki þetta Það er bara sturla Þú veist, ef þetta er 2700 fermetrar Sér það bara græni fingur hjá mér Það er 12 skall á mánuði bara að láta slá hjá sér Já, og ég meina, ég segi það bara að fá að slá bara Hvað heldur kosti hjá þeim Nei, ég meina, að sjá maður þrýfa þetta og það er auðvitað fullt af staffi sem býr hana bara einhverju þjónar og kokkar og ég veit ekki hvað, þú veist reksturinn á þessu, hvað ætla að sé, ég alveg tala Eitthvað galið Fastirnagjöldin eru alltaf insane Þeim gæti bara ekki verið meira saman Nei, þeim er sama því að þau eru alveg þar en þetta er ástæðan fyrir því að mikið sem Hollywoodstjörnum fara á hausinn þau kaupa sér hluti sem er efna á en reksturinn meikar aldrei sens það er bara Þau ekki snekkju svont Nei, það er rúglega næst Það er heimskulegri kaup en þetta, sko En við erum alveg reynskilin heimskulegasta kaupin væntalega Já, það er ekki að ég snekkju, sko En hérna er ekki eins og Tyson var ekki alltaf að tala hann var alltaf bara með eitthvað 70 manns á payroll Já, ég held að þau sé ekkert með það, sko Já, hann var ekki skynsöðmar hann á sínum tíma Eru Beyoncé Knowles og Jay-Z er þetta svalasta par í heimi? Það myndi ég halda Er það ekki? Jú Er eitthvað sem á séns í það? Þú ætti ekki bara að setja Machine Gun Kelly og hann Góðu neym Ég myndi að segja Hvað er hún leikunan? Fróhjónin myndu vera Megan Fox Fróhjónin og til dæmis Hvað, Auður og Kristján? Ég myndi að segja Fróhjónin pakki saman Basie og Basie? Hvað sagði ég? Sagði ég Basie? Farðu nú að fá það sensíðus eitthvað hérna Láttu túborgina þessi friði Þú sagði Basie I made up a word Við bara kölluðum núna Basie Þetta var Jay-Z og Beyoncé Wow Master of words Já
ótrúlegur. Þú ert mestur of Ég er ekki words. ágætið að fatta upp á þessu eða eitthvað annar að fatta, ég ætla að googla þetta Já, Svo ég þarf var ekki að googla. næsta slúður tónlistamæðurinn Harry Styles var að byrja er að hitta Victoria's Secret fyrirsætuna Candice Swainpool. Hörru, vá, skrítið nafn. Swainpool Það er bara svo eitthvað svona grína. En það er ekkert grín við útlit hennar. Hún er virkilega huguleg og örgulega frábær. En þetta er ekki fyrsta Victoria's Secret mótilið sem hann byrja með. Heldur er þetta 7. Hann hefur verið með 5 öðrum Victoria's Secret fyrirsætum. Hvað sér hann svona mikið við þess að Victoria's Secret fyrirsætur? Það er góð spurning. Hann hefur deytað Kendall Jenner, Cara Delevingne, Sara Sampio, Georgia Fowler, Nadia Leopold og nú síðast Emily Ratajkowski og svo núna hana Candice Swainpool. Er þetta Leonardo DiCaprio? Swainpool. Þetta er Harry Styles. Og Hann var ekki að hlusta nei, það er líka Steindi hlustaði ekki Ég hlustaði sko Ég heyrði þetta var Candice Er ég komin á skóla? Candice Swainpool og Harry Styles Hvað Hann var er ekki að það að hlusta klaga mig fyrir að hafa ekki hlusta? Hann var ekki að hlusta Steindi var ekki að hlusta Egil er veit með líka aldrei tyggjó hvað- Má Egil er með tyggjó? Sverrir, þú ert kennari Nú var með drengjarninni sem hlustaði ekki Já, Hvað myndur þú segja við það núna að þú verið ég var kennari? að læra, hann var að gera eitthvað annað sko. Ég Nei, myndi hann ekki setja út á var þetta að sko. surfa the web. Nei. Hann er að hugsa næsta skrif sko. Ég Já, bara það var ekki að gera neitt gáðið Ég var að reyna að googla þetta allt saman þetta Ég ætla að flösa þetta heldur rætt En verður ekki líka að gefa Harry Styles það? Hann er, nokkuð svalur og bara, gengur vel hjá honum. Til lukkum með þetta, Harry, eða þú ert að hlusta. Til hamingju Harry Svo Til hafingi Það er líka Harry Ísland Líka, hvað er málið með þess að Harry Ísland verið með? Hann er rosalega hefilegur að fyrirsættum sko Rosalega sérstætt Fjóri ferstu gæjar óska honum bara eitthvað til hafingi á Íslandi Kanski hlusta gengur Hvað vel. veist þú um það með að Harry Styles hlusti? Hvað, hann var ekki að hrósa? Þú veist ekki það? Jú, ég meina ég Og Það er það svo- er vantilega ekki að hlusta Síðasti slúðubakki dagsins, það er Spice Girls, það eru að koma aftur saman, allar 5 og það hefur ekki gest síðan 2012 þegar Þetta er stórt. ólympíuleikarnir voru haldnir í London. Mjög stórt Erum við ekki að skella okkur það félagarnir? Ég var í svona grínlaust til að fara að sjá Spice Girls. Eru það að spila í London? Er þið í AC? Eða Vegas? Nei, það hljótun að vera einhverjum venjúum. Herðu, strákar, ég ætla að bæta vita slúður Nú? Já, ég er sko Loksins þetta Google sér sem er búin að pay og búin að vera 5 mínútur ekki búin að hlusta á slúðrið mitt. Loksins fann hann Ég er eitthvað vist búin að hlusta Ég hlusta á allt Nei, ég mist á Harry Styles nafninu, sko Ok. Heyrðu að hún hétt Candice Swainpool Já, sko, Heyrðu nei, reynda ekki þú veist, Ég heyrði bara Hann heyrði ekki neitt, sko. Herðu, allavega Ok. Ég er með, ekki erlendslúður Svessi, nú er ég að fara að kynna Er þetta eitthvað um BC eða? Nei, ég og Svessi vorum Svessi kom með helviti gott orðagrín sem Sko, þetta er ekki erlend slúður Þetta er dagskrálegurinn erlend slúður Ok. Lent Slúður Bil og Þetta er milli ekki- það Já, sko, erlend slúður En Og þetta ég er ætla að ekki segja já, dagskrá. það er lent Við erum í slúðri. Já, Þú ert ekki að fara í nýjan lið. en málið er að sko Rosalegur orðaleikur En sko, er lent slúður og já, það er lent og ég er með 2 móladrengir Britney Spears og mammenar eru orðnar vinkonur Britney Spears og hver? Mamma Og hennar. Candice Swainpool Ef það er mammenar, já, þá er það vinnir í dag Já, ég var með þetta á TMC. Já, þær eru vinnir og svo Þetta er alveg móli. svo eitt annað drengir sem er heldur Stöttu skemmtilegt móli en góður og Já. gott að hafa jákvæða fréttir Já, þetta er jákvæmt Er ykkur fleiri sem eru eignust vini? Örugglega, ég meina, þú veist, er ekki flest allir bara félagar eða ég Herðu, Sko, sko, það er eitt annað stórmáli þetta, stórmáli Ok Tyson Fury heimsmeistari í hnefaleikum er brjálaður hann er vægasagt kolvittlus í dag Akkur hann brjálaður út í Joe Rogan af því að Joe Rogan var að tala um í pottinu sinum hver væri the baddest man on the planet og hann tók dæmi að Tyson Fury myndi vera inn í herbyggi með John Jones sem er þungavíktameistari í UFC það væri einn maður sem myndi lappa út úr herbygginu og það væri John Jones auðveld Það ákvörðun. fyrir eftir hvað er keppi í Já, það er Já, einhver keppa í bóks, Nei, bara læstir inn í herbyggi, einn kemur út og hann móðgæðist Það er út af því að þú veist UFC er alltaf miklu meira allið að Ég- það er ekki box sko. auðvitað, það er Þú er geggjar í gólfinu Ég- You ég- suck at boxing Já, sko. en ég sökk allir bara í báðu ég er bara Nei, þú góður í ævi golfi. hvorugt en Geggjaður í golfi. Tyson Fury móðgæði svo mikið að hann er brjál Farðu ekki að grenja ég veit og ég- Hver nennir að grenja í Það þessu var svo gamli brjálaður held. Það er vissin að Tyson Fury er yngri en þú ha? Hann er 88 Tyson Fury? Það komir óvart. Já, hann lítur út fyrir að vera svo 65 ára sko. Já, hann náttúrulega Hann er fættur 12. ágúst, 88 Það er Hann er bara- a tiny little baby sko. Ég held að hann var á mínum aldrei. Já, Ég er hann sem var- að tolla ekki mér Rúrik 88 sko. Hann er gamla Rúrik. Já
Nema að segja vera að ljúga mér Nei, neti, það varst ekki bara Skuldum auðlýsingar fyrir löngu síðan Hann er flottur Hann var brjálæður og til hamingju Britney Spears og með mömmu Gekkjaslúður Þetta sigurvegarinn í Eurovision, Loreen með lagið Tattoo. Sigurvegari hjá dómnefnd en ekki hjá The Public. Maður er aðalatrið. Maður Egil gaf henni lestur fyrir að vera sleikja upp atkvæði Íslandinga með að segja elska Ísland. Svo er hún á Ísland. Hún er hérna, hún dýrkar þetta land, var að lenda hérna. En er hún hérna? Ég held að séu að þú áttur alla miðli heim, opnaðu okkur danska miðlum og þú segist þú bara það líka sko. Rosalegu sóngur sem Egil fekk þarna sko. Það verður að segja. Hún actually kom svo til Íslands. Kom bara til Íslands í rigningu og allt. Það er bullshit eða? Nei, hún er hérna. Ég held að sé ekki hérna. Fyrir að keppnin er búin, þú getur bara að hætta. Ég er ennþá í fílu. Ég elskar að finna hana og ég tapaði cash. En sko, af því að Svessi er hérna og það er svona nett króksara þema í gangi þegar við erum að fara með Íslandsmeisturunum á rallið að þá ætla þú að henda okkur í þekkið ekki. Já, ég hérna og er mjög peppar og þeir Steindi sjáu það. Þið hefði ekki farið í þetta félag. Æsku vinir. Nei, það væri rosa skrítið við farið í þetta. Go way back. Hver þekki hvern annan betur. Það kemur í ljós. Pressa, álur pressa. Börðu, þú mátt bara drullaður út fyrst. Já, ég er náttúrulega svo eini sem kann á takkana hérna en ég er búin að gera þetta þannig núna ég held að þetta sleppi. Það er eins og þetta gerir þetta ekki sko. Ef hvað hefur að gera ykkur að segja, þá er ég helviti líklegur til að vinna þetta því að Blöð fór eins ný keppni með okkur félagunum öllum. Hver þekkti sér best? Já. Vorum í bústað og það var spurningakeppnum Blöð. Það er svo sjálfhverfur að hættu bara að segja þetta hérna. Það fór mig. Og ég er húsbeg. Það fór mig. Hérna spurningakeppni. Það verður að hafa það. Það er eiginlega liður á byrjunum þetta, Sverrir. Í næsta afmælið sem eru vika 2 vikur, það er okkur mennsjón eitthvað út á landi, þá verður að hafa þetta það sko. Þetta er geggjað. Hendur er keppni þig. Herru, við erum að fara í dagskunni þekkið ekki. Hér byrjað lagið. Blöð, nú að þú út í Síkó. Er aftur með þig? En veistu af hverju? Við erum að fara að vera allan tíman eða það. Já, þú ert bara slagur. Ég er eitthvað candy og þetta í og jánað með þig. Ég er búin að græja allt strákar. Alla takkan og allt. Þið sjáum þetta núna. Ótrúlega takk nema. Takk hella. Bara fara á prentaran. Tjóðu, skrítið svo Blöð á prentaran. Sko, menn svo þess. Já. Og veist, ég veit þú hlustar og alltaf og þú elskar okkur í lífinu en það virkar bara hannig þú ert bara að svara hreinskilið bara og svo hendið þú þér út og Blöð svarar og svo berum við þetta saman og hver þekkir hann betur það verður athyglisvert og fyrst spurningin er þitt faglega mat, það er ekkert rétt að ráta þarna hvor myndir þú segja hafi verið væmnari á Sauðárkróki svona in the past, hver var meira svona væmnari típa? Sko væmnari, hvað er þið skilgræntir með hvað er að vera væmin? Bara væmina, við tekir alveg einhvern væmin Ég náttúrulega var ekkert mikill Varstu tough motherfucker? Nei, ég var ekkert tough maður Ég var mikill nörd sko Mikill lúði og hérna Já, þeir, sko nördarnir eru samt alltaf Já, ég var út mjög sexy lúði Ég var, já takk Í algjörir hreinskilin þá var ég bóttið væmnari sko Varst þú líka að gera þessi ástabref Já, ég sendi mikið ástabref Blöð er vinnum minn í dag sko Þú veist það er lengi væmnar en Blöð sé þig sko Ég sendi ástabref sko alveg nokkuð Þú ert ekki væminn í dag sko Nei, ég er alltaf annar maður í dag Já, en þú er ekki Miklu harðar í dag sko Já, takk En varst eitthvað að skrifa ástabref og Já, það gaf alveg fóru 2-3 Skrifaði þú líka ástabref? Já, einu munur kannski á mér og Blöð Ég fekk engin svör sko Ég var svo mikill lúði sko En varstu á parkettinu? Nei, ég var ekki að hossa okkur dínu eða neitt Nei, þetta var Varstu ekki á parketti? Nei, ég var ekki á parkettinu Ég var glögg líka þegar ástabrefinu þínu Er þetta einhver besta lína sem eru skrifið bara í brefi á vandinu Þú segir Suez Já, ég verð að segja Hver er besta stundin ykkar saman? Þín og Blondell Það er sko tvímanalust dagurinn sem við vorum í poolparty í Vegas endur svo frá Boyz II Men kvöldið Þarna síndi Öddi Blöð og sannaði að hann er eitt besti vinur sem maður getur átt Það er rosalegu dagur Og Boyz II Men kvöldið Já, það var sama fokking kvöld Steindi fór og horfði á UFC frekar en að vera á einhverjum bestu tónleikum allar tíma Glataði vinur Ég átti geggjaðan dag með Þú ætti ekki að sína Suez stuðning upp á hljómsveitinans Ég tók bara á barinn Nei, ég tók alveg 40 Þú tókstu bara bara, þú tókst ekkert 40 mín og varst farin eftir 20 sko. Er það? Já, bara Djú, það er leðilegt maður
Ég verða að viðkjöna Mér fannst þetta Gesturinn með tilfinningar Já, nei, ég sagði, mér fannst þetta Ég fór bara og ég og Kös fórum að horfum og þau sé á okkur bar bara Já, Kös fór líka Ég vissi ekki Líka svik frá Landakös En ég vissi ekki Ég hafði ekki hugmyndum að mín sárt sakna þarna inni Því var ekkert sakna Ég hef verið með þér allan tíman En blöð var, já Af hverju var ég ekki þessari Af hverju varst ekki þessari ferð? Ég mætti þess að AC-ferðir miljónsinnum Ég tekið mig frí 1 árið Og menn eru komin í fucking pool party Í Vegas Hvað var ég að gera? Ég skil ekki Það var engin svakaleg stemning í Vegas á þessum tíma sko Það var svona sumarparty hjá allum Spring break heitir þetta Var það á þessu tíma? Yes Ok Það var lögumölu party á fylgum Þetta var mjög skrítið Þetta var þegar þú pantaði flöskuborð onni the goddamn pool eða ekki? Getur verið þá, jú Og þetta var í alvegni Þetta var rosalegt Þetta var auðvitað bara svona 1000 manna party Já, allavega Í sundlaugin Við vorum á svona, hvað heitir þetta? Það var svona rooftop, sundlaug, sól Þetta var rosalegt sko Og við vorum bara með svona eigi svæði Ég myndi að saga af mér 2 puttan Ég mætti þetta party Þú væri með 8 fingur núna, hefur verið með Fæst þú þið sopa frá flöskunni sem Stendi pantaði í the goddamn pool Er það að tala 3 lítra greikúsin sem hann pantaði? Greikús, dýrasti vodka full time Það er flaska sem menn voru að drekka það Hann var ekki búin að heyra því Ég veit ekki Ég voru löngu búin að fá Sverri í stjalljar Menn alltaf félandi hluti fyrir mann 3 lítra greikús Þetta var helviti dýrt spög, ég við gera það líka Ég maður ekki eftir hvað var stór Þetta er 300k flaska Nei, skemmtist það 100% Þú varst ekki átíða ferð Þú varst skemmtist það Sko það er að mönns slökum á En með fulla munn af Hvað er með upp í þeirri? Ég var bara, höldum áfram Sko, það er næst spurning Hversu svalur ertu og skalanum 1-10 Hvað þýðir það? Hversu svalur er bara núna í dag? Þitt mat Hversu svalur finnst þér þú vera? Núna bara akkurat Fucking Ég vildi hafa þessa spurningu hversu cool þú ert Ég er að fá cool aftur sko Já, það er ekki, já, það er cool Það er ræðilt, hversu cool ertu í rauninni Ég ætla bara að henda góðri 8 á mig sko Ég er bara mjög sáttu við sjálf Ég myndi að setja 10 á þig Ég myndi að setja 10 líka Þú ert mjög svalur Það er ekki eðlilega cool Takk 8, já Hvor myndi vinna í slag, þú eða blöð, Octagon Og bara, þú veist, fight Sko ég er ábygglega 20 kíló þingar en blöð sko Þetta er pakk og Þú ert líka með svona childbearing hips Ég er enda, já Með þykk læri, gott raskat Og power er allt í raskat Já, ég er mjög handalangur líka Já Þú myndir basically sko, þú myndir destroy Já, ég held sko, ef ég myndir losna við Ég myndir fara í, hérna, sem við köllum alltaf í 10. bekk Ef maður myndir detti brjálæðiskast Já Myndir í stúdunum En málega er að ég held að ef blöð lifir af brjálæðiskast Þannig Sves, sem væri kannski 40 sekundur Þá er þetta búið, þegar blöð er í alveg standi sko Hann svassar í 2 klukkutíma og andar ekki á nöð sko Já, ég held ég myndi endast 40-50 sek Cookie boy er bara heima, þú veist, skilur Takk fyrir að kalla mig cookie boy Hann kallaði cookie boy Já, það er bara heima og ég myndi cookie, skilur Ég bara Já, ég menna að þú getur alveg, sko, hvað þarf að gera af allt þetta cardio ef Sves færa þessa 45 sek til að destroy þeim? Já, þú veist, ef blöð lifir þetta af, en þú setur sjálfa þig eða ekki það? Já, ég held ég myndi samt fara yfir, ég myndi vita, ég hef 40 sek og ég myndi gefa allt í þetta gætur í ljótt, ég gæti dottið í blackout. Já, þetta var bara, þú varst reynskilin, þetta var frábært þjóð, þú varst út í síkó og það er inn að rettu og mátt segja Blondell að drulla sér inn. Er blöð komin á prendaran eða? Gæti bara einn, varstu ekki að hlusta á netinu? Nei, ég tap aldrei, ég svindla aldrei þó ég sé tapsar. Það var allt í lagi að mismæla sig, ég sagði BC á þann sko. Já, það er bara gýr í mönnum hérna fyrstu. Sko, Svessi stóð sér vel. Og hvað ég er á tenni, ég var á Twitter menn ég var hérna frammi, voruð búin að sjá setupi á þeim. Ég vil elska ég að menn séu á tenni. Góður hópur þar. Já, settu stuðkvæður. Þeir með að taka mig á Instagraminu. Við segjum bara takk, þeir eru búin að taka það sko. Já, Instagram, þeir tökuð á Twitter. Þú ætla að hætta á Twitter. Þú veit ekki leikur töðinu og fóst. Það er bara Instagrami takk. Ég er bara það sko. Hvernig stóðu Svessi sig? Vel, og hérna og ég ætla bara að byrja þetta. Hvor ykkar, þitt faglega mat var væmnari á Sauðárkróki? Svona ég tala um það past, ekki í dag. Í dag er þetta kannski, ég veit ekki hvernig þessu öðruvísi eða whatever, bara hvernig þetta var þetta. Sko ég er ekki að bæminn í dag og ég var á Sauðárkróki, það er alveg staðfest. Ég get alveg lofa ykkur því, ég er ekki að fara að hlaupa upp einhverjar hlíðar hérna að reyna að kissa einhverjar stelpur. En væminn ertu? Já, ég veist það allt í lagi, mér finnst allt í lagi að vera á væminn. Það er allt í lagi. Ég myndi að freka að kalla þetta bara einlægur. Já sko, nei, einlægur og væminn er ekki að sama. Einlægur er mjög gott sko og væminn allt í lagi líka, en væmnin er sko, væminn er ekki einlægur sko. Ég held að þetta sé Sverrir Bergman.
Þú segir var, Sves. já, hann var vænnari Því að hann var að senda ljóð og eitthvað Þú varst líka í Nei, Þú varst ekki að senda ljóð ég skrifaði eitt ástabrif Já, Hann var að Sko hann Þurfum sendi að lesa það aftur hann var að senda ljóð og heimaðistinn og eitthvað svona sko. Þið voru ég held að hafi báði verið sali perra sko. Nei, þetta var aldrei neitt perra sko. Hvað er málið með þessa gröðu gæja sem senda ljóð út allt? Það er akkurat munun á okkur og sem gröðu gæjum úr kópóinum Við vorum bara innlægir og fallir Verður Fróari var með ljóða möppu sem ég og Björn vorum alltaf að skoða einu sinni Það skýrði sig Kristján frá Blöndu þetta heima Blöndu sko. Og með bara eitthvað þykkustu möppu sem ég sé bara ljóð Já, ok, og gef ég Stjána það Það þarf að gefa út ljóðabók Ekki vann með þetta sjálfsfróðan Ég trú ekki öðrun að Svessi hafi tekið þetta á sig Ég held að Sverri hafi verið vennari Hver er besta stundin ykkar saman? Vá, það eru margar maður Ég er meitt sem er on top of my mind Ég ætla ekki að segja það eftir nú eftir þú er búin að svara Og þetta er ekki að lita skoðunina Nei, það koma hrikalega margar til greina maður Ofalega er þegar ég fóð með honum á Boyz II Men Þegar við vorum á tenni hérna í garðinum og Aldan tók okkur Það var svo fyndið, ég bara hugsa upp á þetta Var það fallegt moment eða var það lífsháski? Þú mátt Nei, alveg það var taka fallegt upptalningu Og síðan velur bara svo Alltaf, sem ég ger stundum, ég er með upptalningu oft Já. Og síðan vel ég, vinur En við eigum bara svo, þetta er náttúrulega bara einn besti vinur minn í heiminum sko. Við eigum svo margar Ég stendi ekki besti vinnurinn í heiminum í dag Enda sagði ég einn af besti vinur minn í heiminum Heima hjá honum í kaffitíma? Nei Þið voru krakkan? Ég held Heima hjá hann í kaffitíma Steindi, nú þarf þú Nei, hefðu Þú þarf ég að slökka á magnum Er ég í þessu að Já, stýtti? ég er bara á Nei, ég bara segi, Öddi var að tala um daginn að væri svona gaman að þá voru þeir oft bara í kaffitímum. Nei, ég var að tala um það bara eins og badnamel alltaf þegar það var kaffitími Já, þú veist, við vorum að tala um það voru viku eitt, sko. Já, elskar cookies Ég ætla að segja Fyrsta þjóðhátíð að gigja okkar saman Sem sagt Þegar þegar Svessi var orðið the shit Nei, já, hann var náttúrulega löngu orðin shit Þetta er basically, munið, nú erum við búin að skemmta á þjóðhátíð, ég veit ekki hvað oft Við vorum, fyrsta skiptið sem við gerum það var á föstudegi Og það var fullt af fólki sem að vissi ekki eins og hvað við ætlum að gera á sviðinu Föttuðu ekki eins og við erum að fara að syngja Og það er þegar við opnum á Ándín í dalnum Og bara allur dalurinn söng með og ég fekk svo mikla gæs Og ég held að það verði Það er svona, jú, það er ennþá rosalegt þegar fólk hleypur niður brekkuna Já. og því félagin takið án þín Ég segi Það verður ekki þreytt. Þegar við tókum Ándín saman í fyrsta sinn á þjóti Ég held að það sé bara mitt uppáhaldsmoment Fallegt svar. Já. Og þitt faglega mat, hversu svalur ertu á skalanum 1-10? Hversu svalur hann er? Nei, þú, Ég? alveg ert þú Núna Hitta er reynda líka verið mjög Mér finnst þú Öddi átt að gefa honum. Mér finnst þú drullu fucking svalur, by the way sko. Það er bara mitt mat Er þetta 10 eða? Nei, hvað er eitthvað bílaður? Það er enginn okkur 10 sko. Við erum ekki það svalið drengir Við erum alveg hreinskinn Við erum mjög Og það er hallarslegir. niðurlega okkur hérna á frábærum fössara sko. Við erum allir 50 og eftir 957 Hvað er það svalt? Það er hallarslegt. Það er bara að við erum heimskir sko. Sko, jú, hvað? 5 þá ertu meðalsvalur Svalur Já, veist, já Er það ekki? Þú ert miklu meira en það, ég get lofaði því sko. Og once sexiest man alive einu sinni blöð sko. Það var Þú tekur Jackson betur en allir íslendingar sko. Nei, það gerir ég nefnilega ekki Sko, ég ætla að segja Og það hjálpa pottit inn í að maður sé að vinna í fjölmiðlum og öðru Það gefa mig 7-5 Og humble Er það? Já, Er ég eitthvað svalan en það? Eða erum alveg hreinskinnir? Þú ert 9-2, 9-3 alla dagar sko. Nei. Það er að segja sko, þú veist Nú, bara hvað er þá órakaður og Björnfinnur? Er ég 9? Hann er 10,5 líklega sko. Hvað er þú veist Djöfull er hann huggulegur. eins og Hnetan og Aron Kahn og svona? Hvað, þú veist? Aron Kahn er 8, Þetta er 8-5 bara 10. Það er bara 2-10 Já. Og þú verður að telja upp 10 núna Netan, Kahn, Bjöllinur 10-10-10, það er bara staðan Já, já. Ok, Þú veist. ég gef mig 7-5 Og Bjöllinur, hann var að kenna mér Hann var að gefa mér acting tips Og það er næsti þáttur í bucket list Og það skemmtilega við það er að þú veist, þú lærir á því Fyrir fólk sem er áhuga á leiklist og kannski eitthvað leið sem er langar að leika okkar Hann er góð tips Já, og kemur að mér- fyndið at the same time Kemur á miðvikudaginn Já, þetta er actually bara fræðslan að kenna fólki bara svona. Já, Það er leiklist- ég meina Guðni Haldó sem klippir þetta, sem klippir skaupið og veist, bara besti klippur á landsins, hann sagði bara að það væri geggjutips og skemmtilegt þegar maður nákvæmlega sem við vildum Já, Þannig að, hérna, en já, Alvöru klippar. þú komið til vinn í slag, þú eða Já, Sves var einn eftir Hérna, bara octagon, bara búrinu er læst, Já, og má gera allt þitt mat Já, það má ekki býta og sparki punkt og Já, svona. ég skilji, ok Jú, ég myndi alveg hafa það, mátt býta og sparka í búrinu Má- það? Þetta er bara fight for your death, við skiljum bara berjast Fight to death. Sko, það er rosalegt. Er það ekki? Jú, jú. Þar Mátt býta, þetta er góður að býta það Myndur þú býta það? Já, Myndur þú býta í slag? Ef að mætti allt Hvað myndur þú Já, býta eða það? þú Bara í veist- öxlina?
Ég bara, þar sem ég næ Ég segi að það myndi bara eitthvað ráðast á því hérna fyrir utan. Myndur þú reyna að býta? Þú myndir ekki býta niður ballsack eða nokkuð. Nei, það var líka skrítin stelling sem við erum í þá. Er það ekki óskrifu regla ef við ekki að vera að býta fólk? Ég gekk rætt á að býta. Bara hver myndir vinna í slag? Já, ég er að hugsa Hann lappar einn úr þessu búri, hinn er game over. Sko, Sverrir Bergman He's a lover not a fighter Rétt. Og hann er, ég held að hann sé þyngri en ég. Heldur það? Já, hann er það. Já, hann er þyngri en ég. Það sem að hjálpar honum í slag, væntalega. Já, ég meina það ást að vera þyngdaflokkar í UFC sko. Ég er svo miklu tapsára en hann. Og þú ert örglaður sko. Ég held að skapið mitt myndi koma mér. Já. Ég myndi fá the belt í the octagon. Af því að ég myndi, skapið myndi. Hann er alltaf til það svona, alltaf svo ró yfir Sves. Já. Það er ekki gott að þú þessu örflóð skiptir sér síðan æsa sig. Þá verður hann nett brjálað. Hann verður, ég hef séð Sverri mjög reyð. Það er alltaf að tala Og þú far þennan Sverri. Já, ég held samt. Þetta er ekki eitthvað. Ég sagði ekki strax bara, ég myndi rústunum. En eftir að hugsa þetta, þá held ég myndi berja hann. En það mesta sem þú gerir í því oktagon er að láta tilfinningarnar hlaupa með þig held ég. Að verða of æstur, of reyður. Því rólegur, segir Gunnar Nels. Hann er rólegur. Já. Hann er bara man with a plan að þinni. En ég held ef að Svessi væri til þess að komin ofan að mig eitthvað, þá myndi ég bara, reyðin myndi brjálast. Myndir þú fá brjálaðiskast bara það? 100%. Þannig að þú segir að þú myndir taka þetta? Ég segi ég myndi berja hann, já. Herru, Það er það hleypuðu Svessin. Fyrir við yfir þetta? Já, hann er meira máli. Hann horfði, hann var fyrir stúdíu. Hann horfði á mig með hér aðega, þótt ég gá hann að merkja lappinn. Já. Það satt bara ekki eitthvað að fíbla til síman. Þetta vann Svessi í útvarpi. Ótrúlega, útvarsmaður, Sves. Herri, ég held þetta er einhverja algjöra perraspurningar. Ég er ánægð með spurningar. Þetta er bara basic shit. Og ég er bara forvitin, hver þekki hvernig hann er betur. Það kemur nú í ljós. Þetta byrja að spyrja þig, Sverrir Bergman. Ég spurði Auðun Blöndal hans faglega mat. Hvor ykkar var í væmnari á Sauðárkróki. Hvað heldur þú að Blöð hafi sagt? Pottit ég sagt að Sverrir væri væmnari 100%. 1-0 fyrir Svessi. Já, ég þekki Blöð sko. Býtu, þetta er Blöð. Þú sagði ekki að sama. Þetta er hostile strax. Sko ég fíla að þetta er hostile. Ég er náttúrulega komin í keppni sko. Nú er þetta ekki vinir sko. Nei, nú erum við að keppa. Ok, og Blondale, ég spurði Svess the same goddamn question. Sko, ef að Svessi er hreinskilinn, sem hann er alltaf, Svessi, hann lígur ekki. Þannig að ég held að Sverrir hefði sagt það saman og ég. Hann hefði verið væmnari en ég. Já! Djöfullis. Svaðaleg keppni hérna. Ég fekk hann þessi maður, hann náði mér. En það skemmtilega við þetta er satt. Þetta var ekki eitthvað svona alveg, þið svöruðus ekki bara 100%. Menn voru að velta þessu fyrir. Það var svona 55-45%. En svo hlustendur okkar vita, þá var ég að skrifa ástarbreið sjálfur og annað. Já. En ekki þess ljóð. Það kom í ljós, Svessi. Það kom í ljós. Ég gerði ljós. Þú sendir ljóð. Þú varst að senda fólki ljóð. Við þurfum að komast yfir. Ég er listamaður. Við þurfum að komast yfir. Er eitthvað að því samt? Það er bara Ég veit ekki, fann spil. Það fer eftir í hvernig ljóðin eru. En við þurfum að sjá þau. Já, ok. Eru þið til? Já. Þið þurfum að spyrja þá stúlku að því. Hvaða gellur voru að fá þessi ljóð? Hvaða gellur? Og þú veist að það var gott að fá nöfn. Nei, ég gef ekki nöfnu hér. Það er bara, ég ætla ekki að vera að setja einhverja stúlku í það aðstæða að nafn er að komi hér. Hvaða gellur Ég vil fá nöfn. Ég meina, þetta er ekki að skamma sig fyrir. Það er 1-1. Nei, þetta er ekki mitt mál að segja hennar nafn sko. Þetta er hennar mál. Ég var það bara einsteppa. Ég veit Þetta er ljós. nafn. Já, ok, ég ætla að segja 2. Nú ætla ég að spyrja þig, Auðun Blöndal. Ég spurði Manswes besta stundin ykkar saman. Og hvað heldur þú að Sverrir hafi sagt þar? Sko, ég ætla ekki að endurtaka allt sem ég sagði á hann. Það voru helviti margar sem þið kondi greina, sko. Já. Ég spái að besta stund Svessa hjá okkur tveim saman Það er mitt. hafi verið þegar við vorum saman á Boyz II Men. Það er mitt. Þú ert að goddamn genius, Blondale. Það er bara Þetta setur mig í gang, sko. Þetta setur mig í smábópa sko. Þetta er Já. Nú er ég bara að kasta spurningur beint yfir það. En viti hvað var svo Hvað sagði fyndið þið þar? Blöndal? En sko, bara eitt fyndnasta sem að ég séð, þetta, ég átekst á Instagram, ég verð að finna þetta. Þegar tónleikarnir voru að klárast, þá voru Boyz II Men að dreifa rósum yfir allan salin. Þá voru bara eitthvað svona 50 konur við sviðið og Sverrir Bergman. Hann var reyna að ná rós og ég hef aldrei hlegið mikið. Þú elskar Boyz II Men. Ég fekk ekki rós. Nei, Akkur ekki. Ég bara fekk Þeir heilt vildu bara gefa 5, stelpunum. eitthvað skýtt 5. Ég var ekki sáttur. fekk ekki rós.
Þeir voru meira fókus á gælunar en The Sweats Mouth. Já. Blöð sagði að þú væri að singer. Já, þú söngst fyrir fram En sko, hvað Þetta var heldur eitthvað þú? vandrarlegasta moment lífsins En Hitta stjörnundar og þetta idolin sín og svo syngdu fyrir þá Trúðu nánast Nei, ég sagði he's a singer as well Já, sing for them, já, hann gerði það, basically Hvað sko. lag tókstu? Ég tók eitthvað lag með þeim Og þeir voru very impressed Þeir voru það bara ekki Þeir- neitt Þetta var bara vandrarlegt fyrir alla Ég- nema þig Sko, mitt mat er að Sverrir Bergmann er bestu söngur í heimi, ekki bara í Íslandi. Já, En eðlilega ok. voru þeir impressed. Þeir voru það En sko, hvað myndir þú segja á þetta? Ég var En ég ekki er að bara það er tvö. geggjað þetta er 2-2 Sweats. Þú þarf til að Já, fara sko, ég er búin að Ég verður bara að vissi að þið voru að fara að spyrja þessu sömu Þú spurningu ert sko. teacher. Og mér langar að segja sama moment Þetta var náttúrulega mikið moment Þetta var miklu meira moment Fyrir kannski mér þá Steinþór, þetta er gult spjald nú. Já, sér, hann er rosalur En ég held, sko, ef ég ætti að marka það moment sem auðvitað þótti hvað vænstum, held ég Nú er ég alveg að skjóta út í sko, ég geti við, já, ég bara læti Já, ég meina, veldu veltasteinum. Það var þegar hann átti ammali og ég lofaði að vera með honum allan tíman alveg allir myndi að fara að sofa Þannig ég dó á öxlina á honum þegar hann var að keppa við Steinda í NBA Jam Það er geggjað svo líka. Ekki að moment sko Þeir eru báðir með svona að þeirra annars steig upp og hjekk með hinn. Já, bara alveg vináta Sko, þið gætu báður með upptalningu. En því miður Nei Sverrir Bergmann þá er staðan 2 í blöð því að mómenti sem að blöð rifjaði upp var fyrsta þjóðhátíð að gengið saman þegar Ég á var- þín framan alla þjóðhátíð það var rosalegt móment. Það fengið að gæsa það saman Já, það var hitt Það var eitthvað að þessu þrennu sko Sko ég hefði viljað heyra persónulega Damn it. Personally Já. Því ég var einu sinni með ykkur félagunum sem var ég veit meina að segja amazing moment þið vorum på borðum á biffanum og Rain Over Me var í Það var gangi þetta rosalegt. Það er eiginlega Það var eitthvað þetta stórkostlegt moment Það hefði átt að vera. Eftir blöðhaldi Það var gott kvöld Svess upp á borði with the sweet dance moves Það tekur það á átói kvöld Já En Með tindasósliðinu Nú ætla ég að spyrja þig menn Svess Mér Ég spurði Blöð Já Ég sagði Blöð hversu svalur ertu Já og hann svaraði Já. og ég er til að gefa smá svona út nálætti ég er stemningsmaður í dag þessi geði búnd Já, Það skilur. Ég Það er er svo að verið með Blöð hann er mjög Það er ein tala sem hann elskar meir en allt Ég held að hann hafi nefnt hana 69 Nei Það tölu alls Deildi 10 og bættu 0,1 Nei, sorry, þetta er 7 Vinna fyrir 9 Hætti að skilja mér eitthvað reikningstæðin hérna Sorry. Math lead Hvað sagður? Hvað svarði þitt? 7 Hann sagði 7,5 ekki að þið rétt Pressan er komin yfir á þeim blóndi Ég hefði sagt 7,5 hefði vitað að væri gefið í hálfum sko. Er ekki og- 2-1? Og nú þarf þú að hugsa Blöð og ég mæli með að fá þeirna sík og slaka þess á sko. Því að 2-2 Hversu svalur er Suez? Hans mat Ég held hann að gefi, hann er a humble man Ég held hann að gefi sjálfur sér 6 Nei, hann er ekkert á humble man, hann gaf sér 8 Það er fucking man Það er svona gáðið, hvað er það að segja að gefa sér 6 Svess er ekki 6 Ég elska að Gilsi Þú veist, ég kallar á þessu sopan Það er 2-2 Sko Og það er síðasta spurning This shit is going down straight to the wire Já, ég staðin upp Ok Nú ætla ég að henda sér yfir blöðana Já, ok. Ég spurði menn Svess Þið tveir, allt er gone Búrin er læst Eitt gæði Nei, hoppar spurðu við- Svess á undan Ok, menn Svess Beint yfir til þín Þegar hvort veit vinna Þið þetta tveir félagarnir Já Og svona, þið eru bara í ykkurum þveng Og síðan er þið bara berjast Einn Já, lappar út hann á að svara hvað ég svaraði Já, hvað heldur þú Já að Blöð hafi sagt hana? Hans mat Já, hann mata þannig að hann myndi vinna mig Það er ekkert eðlilega gáðaður sko Ha. Það er rétt Það er rétt Já Núna er pressan öll komin yfir Hann var það 3-2 Svess Ég held In the Octagon Ég langar, ég nefn ekki að tapa sér sko Transformers Svessi situr inn að tala Ég held að Svessi hafa sagt að ég myndi vinna í slag Þú ert officially a loser Nei Svess á því Svess Anskotin sjálfur maður Þetta er barndaglega Yes Þetta er ekki að þetta er að halda Nei. Þegar fönn er Blöð og hann tapar Það Svona myndi þetta. selja blöðardasvöll ef við riggum þessu barndaglega Ó, Blöðardalsvöll, það er þetta rosa- Þú þekkir Auður Blöðardalsvöll. Blöndal Já Betur. Það er tölvöld Hann sagði það líka bara hér ráður við byrjuðum þetta Ég þekki ykkur alla betur en þið þekki sjálf ykkur sko Hanna Það er líklega rétt hjá þér. Sverrir, til ykkur með sigurinn Takk, við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 957 og já, Steindi Junior heimtaði í dag að það er dagskrárliður sem hefur ekki verið í góðan tíma og hann heitir Mávar Ég sko, ekki bara ég heldur þjóðin Þjóðin að byggja um það Manstu þegar við gerðum atkvæðagreyslu hvað hann var
bara hvernig var þetta? 80% þjóðarna vildi máva. Já, inn á Instagraminu þínu. Nei, þínu. Inn á mínu. Já, Ég meina það er meiri þáttaka það heldur eins og sem könnunum sem er gerðar í fjölmjölum sko. Já, Ok, En sko, ég var að labba frá bylgjustúdíunum, mennur hann mökkaðar, þóðu það inn það er keisla það heilum við vekkinn sko. það er rosaleg kislaða. Já, grín sko. Já. Sjáðu þetta. Ég held að sé bara alveg feskir þetta hinna meginn, sko. Það er að líta þessi eigin barm bara. Pælið, þú veist, ef okkur er þið bóðið með bara bylgjulestin og hellu eða eitthvað, það er rosalegt. Það er Hella í sig. Einn daginn. Það er eitt besti skett sem við skrifa. Þeir allir eru rugglaðir sko. Það var alveg keisla að tjá sko. Ég heyri að lagið kom undir. Já, hvað er það? Þú sagðist ekki að vera með spurningkeppni í máður í dag. Nei, ég er ekki með herru, verður ekki lagið spilast þetta eftir liðinu? Já, það er eitt undir í gangi núna. Já, eftir liðinu, það kemur ekki lagið. Jú. Sko ég er með listan, allt sem var sagt máva er noted. En ég er ekki að fara í það, þetta er óhefbundin mávalið. Sko, þetta er ekki spurningakefni, drengir, máva. Heldur alltaf ég, sko, ég er búin að vera að fá sent núna. Ég er alltaf að fæ allar mávafréttir í heiminum koma til mín. Já. Og ég er búin að vera að fá helvíti mikið sent hérna þessu hérna. Og mér langaði eins að segja ykkur frá þessu, því að mávarnir eru farin að bralla ímislegt erlendis. Og núna er á fréttum, og þetta er á öllum helstu alvöru fréttasíðum. Mér stela merkilegt að þetta sé ekki komið hingað til landsins. Hvað kallar þú svona helstu fréttasíður? Það er bara Times og CNN og Fox og Sun og allt þetta, eða ekki? Herru, en það er stendur hérna: Seagull rips off man's testicle as he sunbathes naked. Þessi sunbeds. Please segðu mér að þetta sé fake news. Sunbathes. Beðs. Þetta segir mér að þú liggur núna á tenni. Það er komin á kennslu. Kennur ennsku, Sverrir? Nei, Starfræði. Þetta er ekki enga tíma. ég get gert það. Hvað er nýsum 8? Snarraði strax. 72. Það er rétt. Veistu það það? Veistu það það sjálfur? Já. Hvað er 66? Ég veit að ég er með að kálkjúður, þá veit ég það sko. Herru, hérna strákar. Þetta segir mér það að ég get ekki lengur tanað í friði. Það getur mögulega máur Getur með ballsack, hvað sem þú segja. Það er sem þú segja hérna. Þetta gerðist útistræðan. Það var máfur sem óði mann í sólbaði. Saklusa mann. Hvar? Og Í hvað landi? Ég saði gæni ekki sjú, bara í Bandaríkjunum. sjú Þess þú gerir, Mörður, segir svona sjú. Það er ekki I call bullshit. Nei, þetta Ef að máfurinn er komin í klófið hann, þessi hérna, það mynda á hann. En var að Þetta var meðvitundar ekki akkurat þessi. En var að meðvitundar laus gæi. Sérðu máfur? Nei, þetta er bara mynd af máva, það var ekki þessi, sko. Þetta er máfur sem er með fréttir. Það er að náða honum og bara feikja til að brosa á mynd. Er spjallið hann það? Það er ekki, maðurinn, hann er ekki í lífsættu. En Google seagull testicles, það lítur að fucking bullshit. En málega er að hann er í sólbaði, hann er allsber, það kemur máfur, hann er væntanlega bara heima hjá sér. Þú veist, hvað er það að spila undir? Ég veit ekki hvað að klika. 13 ára tökkunum og ég með máva hérna. Já, ok, haldur að tala um mávinn. Já, herru, hérna já, bara þú veist, hann er í sólbaði. Ég gerir ráð fyrir hans í heima. En þá var það snöggur að rífa. Þetta er eitt biti þá. Þú veist, þeir basically, hann bara goggar, þú veist. Þetta er þannig dæmi, sko. Hvernig er hnífur í munninum á þessum Þetta er flugbeittu goggurinn á. Ég myndi Flugbeittu, þú veist, ef máður Þetta kallar bullshit á þetta blöð. Nei, googla þetta bara. Nei, ég þarf ekki að googla þetta. Þetta er basically ef ég myndi leggja í sólbaði. Googla þetta. Já, og ég sé fugl koma og fljúa í klófið á mér. Þá náttúrulega ræðst ég á hann. Og segir sjú. Nei, ég segi ekkert sjú. Ef hann er komin bara með munnin á eistun á mér á róta Já, hann er ekki Hann er það Ég er ekki að grilla. Ég hef lent Ég hef lent í stenda við máf. Og ég get lofa þér, þú ert ekki að fara á rótan. Það er stað. Máf? Já. Þú getur ekki kilt máf? Nei. Það er ekki sens, af því að þeir eru huge í fyrsta lagi. Og eru Sko, ok, á ég að segja ykkur svolítið eitt, strákar. Þetta er í rauninni næst í að vera risaðlur, fljúandi risaðlur, sko. Nei, það hafa allir séð máf. Já, ég veit það, og þeir eru líka getting bigger. Og máli er að, ég get lofa því, ef máfur myndi núna, ef hann myndi fatta það sjálfur, sem er tímaspursmál hvernig hann gerir, ef hann myndi dæfa bara í hálsina þér, þá varu bara dauður. Ekkert á honum.
Þú sérð að koma Þú slökum frá með máf í höst Það væri þreytt sko Ok, þannig að máfur í dag var basically bara því að það var máfur að geta eistuna eitthvað manni Já, ekki bara það Það var máfur sem hann basically ekki áta Þú veist, hann bara snappaði í höstu Já, og tókuðu ekki með sér Þú veist, hann bara, jú Hvernig líður þessu manni? Nei, hann reif eistað úr manninum Úr punktum á honum Hvernig líður þessu manni? Það er það sem ég er að segja Hættu, svo kjarta hefna þér Herðu, ok, Nú núna verða allir að slaka á björnum Þú Er þetta heldur BBC? Er þetta alveg virkri svona Þetta hvergi sem Þetta er á eitthvað Sörfólkasatti Það er helviti áraðaleg Söffas og gaffi Ég fekk þetta bara sendið það Kristján Snær sendir mér þetta Það stendur þetta Sequel Rips of Man Testicle Það er bara Já, ef staðfest þetta stendur Já, þá er þetta þá alltaf bara Nei, ég meina, legit ok, shit, prófa að tjekka bara á þessu Googla þetta, ég ætla að segja Ég kaupi þetta ykkur Ok, Nei, ég menn þetta er samt hræðilega fréttir Ég Það meina, er þú mikið af fólki sem langar að tana í sumar já, en þeir geta þetta bara Og svo er þetta Sequels Þeir eru núna farnir eru stundum kallaðir Psycho-ghouls Nú Eftir að þeir stálu sem sagt dópi og urðu fóru í vímu og þannig að þeir eru Nei, þeir eru Herðu, á ég að sína þetta líka Þetta er legit frétt Já, ok Þannig að þeir eru fann að geta punga og svo eru konur að keiri sig ég og Já, þá er þeir að ná það sem máur að gera nú Þeir eru basically að ná í eiturlyf á einhvern hátt og þeir eru kallaði psycho-ghouls eftir að þeir eru búin að stela Máfurinn sem átt eistuna og hún er til varnar þá var hann kannski hæ Hann gæti Það var búið með reyndar leikil Já Það er bara þannig sko Steinduða með mynda máfnum sem var akkurat að það var í viðtali Já, ég meina, en sko verður þessi liður aftur? Nei, þetta var í síðasta sinn Ég er að segja ykkur bara hérna alvöru tíðindi með hérna, þú veist máfa Það er að koma góðu gesturíka í stúdíóið Jóhanna Guðrún er hérna fyrir utan þannig En að spila lægi máfa fyrir mér Já, ég skal setja það í bot fyrir þig en mávar eru döður Kom inn og rjúfa útsengingu hérna því að þetta var ekki máfur sem tók eistuna manni þetta var örn, það meikar aðeins meiri sens Já, ég þarf að skoða þetta betur Það skoða þetta. Falsfréttir þetta Hárrétt það er Dynout og Loop sem að færa ykkur F95 blöð og já sko við erum búin að vera með stórkostlan söngvara hér í settinu í allan dag en já nú er eiginlega bara komin besta söngkona landsins ef ekki Evrópu og heimsins Ég segi heimi Okkar uppáhalds Í heimi, já. verður velkomin Takk Herru, alltaf fyrsta spurning bara, hvernig ertu? Herri, ég er bara mjög góð Já, allt upp á 10 Allt upp á 10 sko Já, búin að vera að leika fyrir norðan, er það búið? Það er búið, já, Já. í bili Og það var Chicago Það var Chicago Hvernig varst það að fíla Það var ógeðslega gaman Já. Og það er svona skemmtilegt að prófa náttúrulega Ég elska að prófa eitthvað svona nýtt reglulega sko Já, hefur þið leikið eitthvað áður? Ekki svona Nei. Ekki svona Þetta var mjög skemmtileg reynsla og bara líka gaman að vinna með svona leikhóp þú veist, og vera með sama liðinu þú veist, í æfingatímabili vera að sína og myndast svona stemming sko. Já, og þú varst að fíla þetta? Já, þetta líka bara, þetta er geggjað þú veist, stykki, Chicago þú veist, þess vegna líka fannst mér svo erfitt að segja nei við þessu Já, já af því að þú veist, þetta var bara svo geggjað hlutverk sem ég fekk Ok, þannig að Leikst nú á móti Níels Hæ, Jóhanna, veistu Það var sennilega fyrsta svona giggið mitt sko. Já Oft leikið Finnst þið gaman, er það eitthvað sem var til að skoða meira að leika? Já, ég myndi alveg skoða þetta er söngurinn og tónlistin alltaf það sem verður nummer 1, 2 og 3 en þetta er samt eitthvað svona sem að þetta er eitthvað svona breytt sem er gaman að geta haft sko. Já, en sko við vorum með þess að núna daginn þá svala hjá okkur, við erum búin að vera að rifja náttúrulega Eurovision er í mæ og ég hef eina spurningu þegar við vorum að ræða daginn við drengirnir, okkur senduðu ekki bara Jóhann aftur út Værirðu til í að fara aftur í Eurovision? Ég veit það ekki sko, ég Nei. held ekki Það væri Ég gaman að myndi- senda það aftur og loka þessu Ég myndi kannski fara sem höfundur Já, ok, en þú myndir ekki syngja Við þurfum röddina líka sko Ég Já. veit það ekki, ég held Miður. ekki svona, þú veist, eins og mér líður og er búið að líða undanfarin ár þá, nei, Nei. en sendum bara, Hversu rosalega voru Selindi Jón tónleikanar daginn Já, Fórstu? Nei, Nei, ég við skeit. mistum að því Við ætluðum En þú veist, allir að mæta. þú verður að gera þetta aftur Það var okkur sverið brjálaður sko, mér langar til þess að gera þetta árlega sko. Þetta Já. var, og því ég er margótt sagt að þú ert betur söngun en Selindi Jón eða á pari, ok, Það er engin betri en Selindi Já, Jón þú veist, ok Takk fyrir að segja, takk fyrir að ljúga mér. Þetta er upp á Þú söngunum ert mín betri, það er Þú bara ert betri, ég fara á tónleika með henni í Vegas Ég líka Já. og svona, ég svona get gaggrind þetta í faglega átti ég verið þarna En var það ekki fucking amazing? Þetta er geggjað, málið er líka bara að það sem að ég elska við þessa tónleika að því nú hef ég gert þetta 2 svar og hérna væri búin að gera þetta oftar ef að COVID hefði ekki svolítið stíðinni og skemmt en hérna stemningin á þessum tónleikum er bara svona unreal
þú veist, þú bara einhvern veginn sko, fyrsta lag, bara fólki komið í geðshræringu bara þegar ég stíg á, bara þú veist, þegar ég kem fram í fyrsta lag, sko, svo bara helst stemningin Það þannig. ekki bara öll lögin Já, þú veist, það var, þú veist, til dæmis kona bara á fremsta bekk og hún kunni sko hvert einasta orð og hverja einustu slaufu og hvert, þú veist, bara hún, það er bara eins gott að ég er svona mikið fan og ég kann þetta upp á sko 11 hún hefði bara leiðrétt mig sko. En hvernig er venjulegu dagur í þínu lið? Þú lifir á bara tónlistið, ekki? Já. Og hefur einhvern tímann verið þegar þú er svona eina af fáum svona barnastjörnum sem að hafa, hvernig hafa maður orðað þetta, svona pent bara sem að hafa haldið standard Ekki byrja að sprauta sig í hælinn og sem væri Já, skrítið á svona Íslandi. transitionað yfir Já, það Kölkin gerir það sko Já, það er Hefur þið lifað á tónlist bara, hefur einhvern tímann verið í 9-5 vinnu? Nei, en ég hef alveg verið, þú veist, þegar ég var unglingur þá var ég að vinna, þú veist, við að vera fara með fólk á hestbakk Já, ok. þú veist, eitthvað svona skilurðu? Já, við tökum það ekki með inn í. Nei, ekkert að viti Þú veist, þetta hefur alltaf bara gengið upp hjá mér sko. Já, og er þetta þá bara brúðkaup, jarðarfarir og svo Þetta er bara, bygging já, og þeir sem eru í þessum sama pakk og ég á Íslandi held ég að séu bara, þú veist, við þurfum að geta hoppað í öll giggin, þú veist, af því að náttúrulega Ísland er lítið land Já. og ég tala mig mjög bara heppna að geta lifað á þessu en þú veist, það er náttúrulega alltaf svona season, þú veist, eins og núna er brúðkaup seasonið að byrja og þá er það bara ákveðið season og svo er alltaf ásatíða season og jóla season og þú veist, þá bara Jarðarfara sísón það er bara random. alltaf en jarðarfærinar eru ótrúlega samt sko svona það er ótrúlega skrítið, auðvitað er þetta óbúslega erfitt og átakanlegt oft en að samaskapi getur verið mjög gefandi af því að þetta er svona moment sem að það skiptir svo óbúslega miklu máli að þetta sé gert rétt og vel Já, sko, ég valdi mig að koma svo góðan punkt í tónlistamennanum okkar með þetta því að ég, Sverri sem situr nú inn á hliðina þú syngur ekki jarðarförum Rosalítið finnst það erfitt en hann kom með svo geggjaðan punkt að þetta væri í rauninni mesti heiður sem þú getur fengið að syngja jarðarför algjörlega að þú skulle vera valinn af fólkinu í kringum að mér stað svona meikaði mikið sen sko þetta er alveg þannig og þú veist þetta er svona ákveðin virðingavottur einhvern veginn sko og mér finnst líka bara ég hef svo mikið áhuga á fólki ég elska stundum að hlusta á minningarorð sem sagt aldraða mannesku og bara svona hlusta á lífslaupið bara það er ótrúlegt hvað margir hafa gert Bara eins og Egill var að segja daginn bara þú veist að maður þú veist þótt þetta sé einhver náðum manni þá er samt hellingur af nýju að koma þar fram sem maður vissi ekki skilur bara þú veist langömmur eða ömmur þú veist ég söng yfir afa mínum og ömmu minni þú veist Söngstu afa maður og ég bara þú veist auðvitað var það erfitt en ég veit að þau hefðu viljað þetta þá bara virðum maður það og gerir það En úr jarðarförum Svolítið þungt söfn Já, ég fann það bara Fössari Já, fössari Já, við meðum alveg fara aðeins svona Þetta var ekki alltaf vera bara einhverjar bungasögur hérna Brönd og kúkur Já Leikskóla Já, það er svolítið FLI Það er svolítið henni En nýtt lag, best í eini Já, og er að koma plata já, svo er að koma plata í kjölfarið Þetta er sérst fyrsti singull Og er þetta að semja sjálf eða ertu með Nei, þessi plata í rauninni er búin að vera í hausnum á mér mjög lengi og mér langaði að gera sagt, hluti sem að væri svolítið svona þetta er svona patriotic plata svolítið, þetta er svona íslensk plata fyrir Íslendingana á íslensku og þarna safna ég saman bara fullt af alls konar lögum sem að við þekkjum flest og erum að hafa þetta bara þetta er svona í lágstundum búning og já, þú veist, við erum með lög eins og Rómeó og Júlíu Ástarsaga sem að Raggi Bjarnasöng síðan hittist við aftur á miðri leið bara svona alls konar, þú veist og með svona ákveðin nálgun vókalí sem er pínu skemmtilega því að Halldór Gunnar fjallabróðir hann, maðurinn hans Sverris ég fekk hann lána hann í þetta Ég verð að segja eitt það er eitt lag á svona plötu sem er svo sturlað það sem við eftir að fara að heyra hann að syngja og við sem hún er aldrei sungið á þau sko. bara svo það sé sagt Hvað lag er það? Ef að spila það? Hvað heitir þetta lag? Það er ekki komið út, það er bara eitt lag komið út Já, kvöldsigling Kvöldsigling Ná, hvernig er það? Rosalegt Þegar maður tekur svona stór lög eins og Rómeó og Júlíu og allt þetta hvernig virkar svona ferli? Þarf það að heyri í öllum og fá leyfi og svona? Já, það er svoleið sko hins vegar er ég með plötufyrirtæki þannig að ég kann bara syngja sko
En hefur einhvern tímann ætlað að reyna að meika ellendis, Jóna? Sko, ég náttúrulega tók þennan pakka svo ung. Þú veist, ég fekk plötusamning þegar ég var 11 ára í New York í Bandaríkjunum. Fyrirvonandi maður Mario Carey, Tommy Mottola. Hann sænaði mig hjá plötufyrirtækinu sínu. Og á þeim tíma voru fleiri líka sem að vildu gefa mig samning. Og ég var alveg on og off í Bandaríkjunum í stúdíóum í nokkur ár þarna á þessum tíma, sko. En svo bara einhvern veginn breytist bransinn svo hratt. Og þannig að þú veist, og ég held að fleiri en ég, eins og til dæmis Jón Jónsson og svona, þú veist, fekk samning erlendis og alls konar, sko, en svo einhvern veginn bara renna hlutinir út í sandinn, sko, og bransinn breytist. Og bara það sem að maður þarf að gera til þess að meika það að þú þarft svolítið bara að kasta það fyrir lestina og vera tilbúin að gera allt til þess að, þú veist, ég þyrfti þá bara að flytja og bara éta kartöflur í 2 ár þangað til að einhver myndi, þú veist, ég bara mér finnst það ekki gott, sko. En talandi hvað þér finnst gott, að því áður við spilum lagin þá ætlum við að leyfa hlustundum að kynast þennan betur. Því ég fatt að þú er aldrei komið í hraðaspurningar. Veit það ekki. En já, við þurfum líka að útskýra hans lagið af því að þetta er sem stúet með dóttur minni. Já, en sko við endum á því. Og svo spilum við lagið. Þannig að fyrst ætla ég að beða að hreinsa alveg hugan og svara það fyrsta sem þetta er í hug. Ertu tilbúin? Það er ekki hægt að svara rétt og er ekki hægt að svara vitlaust. Besta bíómynd allra tíma? Godfather. Vel gert. Uppáhalds hljómsveit? Led Zeppelin. Besta lag allra tíma? Stairway to Heaven. Lið í ensku? Oh my god, Liverpool. Uppáhalds matur? Pasta. Hvað drekkur á djaminu? Ekkert. Drekkur ekki? Nei. Þú er aldrei drukkið áfengi? Nei. That's amazing. Bestu sjónvarpsþættir allra tíma? Sopranos. Hvað er það besta sem þú hefur gert á ferlinum? Is it true? Hvaða samfélagsmiðl ertu mest á? Instagram. Hver er helsti kostuðin? Sterk. Helsti ókostuðin? Frekja. Hvað er mest í töðunar? Neikvætt fólk. Uppáhalds íslenski söngvariðin? Sverrir Bergman. Besta íslenskan sjónsveit fyrir uppæði? Stuðmenn. Hanna. Það er alveg svör. Mér finnst þetta svolítið interesting, sko, með Godfather og Sopranos. Ertu að fíla Ertu mafjósi? Ertu eitthvað mafjósi í þér? Sko, símhringingi mín er Godfather lagið. Ég er náttúrulega, ég segi alltaf, þú veist, ég er mjög miskilinn manneskja, sko. Þú ert frek og elskar mafjur. Já. Ég segi alltaf, ég var bara svona Don í fyrralífi, sko. Svo bara fæðist ég sem bara svona lítil prinsessa á Íslandi í næsta lífi. Og talandi prinsessur, þá ætlum við að ræða lagið sem við erum að fara að spila, því að þetta er duett. Já, þetta er duett. Besti í heimi. Og hvernig ætlar að kynna þetta inn í þetta fyrir okkur? Já, það kom, Halldór Gunnar kom upphæðlega með þessa hugmynd, af því ég var eitthvað tímann búin að vera að tala um það hvað hún væri ótrúlega góð í að ratta og ég hef aldrei kennt henni, það er bara fáránlegt. Hún situr kannski bara aftan í bílnum og kann eiginlega ekkert lagið og bara rattar eins og herfóringi og þetta er eitthvað sem að margir vanir söngarar geti ekki einu svona gert, sko. Og þá þegar hann kom með hugmyndina af þessu lagi og við myndum fá text eftir Braga Valdimar og þú veist, textin er svo opaslega fallegur og þú veist, kemur inn á það hvað skiptir mestu máli í lífinu og svona, bara þessa samverustundi með börnunum okkar og fjölskyldu og svona. Þá kom upp þessi hugmynd að hún myndi syngja þetta með mér. Og það ferli síðan bara einhvern veginn gekk alveg smurt fyrir sig og hún er bara búin að massa þetta. Hvað er hún gömul? 7 ára. 7 ára? Wow. Hvað varst þú gömul að byrja að syngja? Þegar ég byrjaði að syngja mjög ung, en fyrsta plata mín kom út þegar ég var 9 ára. Þannig að hún er á undan mér. Það er rosalegt. 9 ára. Hún er að rústa mér. Ég held ég bara verið að geta sand ennþá 9 ára. Já, 9 ára, ég var í Bandaríkjunum bara með nefið uppi vegga því ég fekk aldrei að vera í frímínútum, ég var svo óþekkus. Herðu, Jóna Guðrún, heiður að fá þig. Þú veist að við dyrkum þig. Hér kemur lagið Best í heimi. Takk fyrir. Tjekkum á þessu. Hárið er Túborg og Keiluhöllin sem fær ykkur F95 blöð og talandi Keiluhöllin og styttist í hana í okkur 20 mínútur í Keilusösi og en það er hins vegar komið að spila. Hvernig byrja Króksörar og Keilu núna? Já. Og hvernig farið þið svo Sjálandi í Steik og Raut? Hvernig er dagskráin? Ég ætla að tímaram á dagskráin. Já, svo það eru 9 og svo fyrir við í karaoke og svo endur við á einhverju flöskurugli. Það er veistla. Það er rosalegt. Það verður stemming. Já, en nú kemur ljós hver er af ykkur þremur mestu Króksarinn. Já, ég fíla að Steindi sé með þér. Er Steindi út með? Mér finnst það rosa fallegt, sko. Þetta er 3 manna keppni og ekki hugmynd hvort að það vera áður. Ég bara veit ekki, þáttur voru í fokkið 13 ár, sko, þannig að veit enginn. En er það satt máli? Er þetta búið 13 ár? 12.
er bara 1-2 ári þessi þáttur að fermast. Hann er 12 ára í nóvember. Hvað við gerum á fermingarammáli fyrir nýjum blöð? Það verður eitthvað alveg í partí. Er það ekki bara hérna Það er höllin. Er það ekki höllin? Það verður að JC koncept í höllinu Er það ekki? Fermingarveisla eftir nýjum blöð í höllinni. Ferma þáttin. Það er erum að fá þetta rosa. ykkur Fermingaveisla FM95 blöð. Ok, það er, já. Það er bara næsta höll. Ég er mjög peppar að vita að sjá hvernig það fer Ok. Og ég ætla bara að henda mig beint í þetta þegar það eru margar spurningar. Ég glemt að kötta þetta niður. Hefurðu búið á króknum? Og kroknum. Ég hef ekki búið þar. Ég fæ vantarlega ekki stig. Stendur vil ekki byrja þetta á eini gæðin sem var ekki punkt. Þetta vil ég það ekki. Þetta er bara ekki spurning sem henda mér. En þú veist, þú hefur farið á krókin og þú var ekki búið þar. Já, ég dyrka krókin, ég bara hef ekki búið þar. Sessi, hefur þú búið á kroknum? Já, ég hef búið, já. En fá býtu, þig stig. hef Já. ég búið þar? Ég hef gist þar. Þú veist, ég hef verið á hóteli hérna inn á nótt. Já, það hefur En ekki búið þar. hefur leikt Airbnb þar í 34 mánuði? Nei. Það get ég ekki gefið þér punkt. Króksarinn er yfirleitt sköllóttur. Ert þú sköllóttur? Er ekki þetta svolítið stórt hlutvall af þeim? Nei. Það er ekki til króksarinn með hár sko. Það er bara okkar vínópa, herru. Öll rútan sem er á leiðninga, Tindastólsliðið, Það er engin allt young blood. Það er Siggi og hann er ekki svona frá sig. Þetta er allt Hóki hvítir menn. strákar. Bold. Nei, hann er alltaf með Landaköss. smá hár. Bold. Þið Styrmir, Bold. Styrmir Bold. Pabbi Nefni einn gæja með hár. Bold. En veitu, er ekki einn maður í vinnuofnum með hárið það? Jú, Bösterinn með hnaustekta Já, vatningin Buster. líka og Hvað málum með króksara og vissa hárið? Bara mikið testosterón. Já. Það er Gæti hafa króksarinn komið- graður sko. Já. En byrja, er ég komið 2 stig, Sverri 2 stig og Steindi 0? Það er pælti að gæti að komið eitthvað sull í vassbóli þarna akkurat þegar þið voru að busta tennur á akkurat á sama tíma einhvern tíma. Það er rosa líklegt. Eða þú veist, Reyndar góð svona kenning hjá Þetta þjóðum. kemur ekki Já. enn tennurnar. Nei, ég er að segja að það hafi lekið eitthvað í vassbólið og þið hafi akkurat verið að drekka á sama tíma. Þriðju spurningu? Úr Já, 2 krananum. bræður Ég hefur meina, búið sköllandi allir sko. bold á króknum. Já. Það er ekkert Weird. bold. Herru, It is næsta. weird. Sko, 2-2-0. Já. Elskar boccia, keilu og karaoke. Það er hár réttu þér, elskit Já. allt. Erðu, ég ger það líka, ég fæ stig. Komin á bláðuna. Vá. Ég meina þetta er að þetta er stemningsmaður. Það er sterkur punktur Já, Þú já. elskar allt saman. Þú varst að fá punkt. Hver fílar ekki eitthvað af þessu? Bara svo ég spyrir. Já, ég meina Boccia, geggja. venjulegt fólk náttúrulega er bara ekki boccia, keilu og karaoke. Hvorki? Það er ekki allir króksarar, sko. Nei. Þetta er akkurat En fólk elskar þetta að koma í þetta og setu fullur og kasta sér á kúlu. Hálfur veistla, sko. Geðveikt. geggja. Það er ekki margir sem fara í þetta fremst í einu, sko. Nei, nei. En hvaða lag tekur Swestheart í kvöld? Þegar þú er náttúrulega besti söngurinn og þú taka alveg lag. Já, þú eru að syngja í karaoke nættum maður. Hvað þýðir þetta? Er þetta spurning eða er þetta partur af leiknum? Ég bara, nei, ég bara Það var bara eitthvað random í að segja eitthvað Þetta er shit off the eins og record. vanlega. Já, já. Þetta er ekki hérna, sko. Off the record. Já, Ég bara spyr hvaða lag ætlar að syngja? Bara það sem þeir segja mér að gera sko. Þeir eru Íslandsmeistarar, við erum Íslandsmeistarar. Svolítið bara make me a bicycle clown. Já, svolítið svoleiðis. Bám, bám. 3-3-1. Bon Ég Jovi. gæti þurft að henda Svessa í hérna Whole Lotta Love Já, með Led gæti Zeppelin í kvöld. Þá trompast hann, sko. Já, nei, þá bílast bara allt á staðanum sko. Herra okkar. Hefur átt rauðan sportbíl á króknum? Já, Svessi líka. Svessin. á möstunum, maður. 150 hestafla möstum. Vá. Varst þú að spóli hringi líka? Já, ég auðvitað, ég er á krónum. Pítsum. Og Hvað meinarðu? keftir hann bara til þess að fá jafnlis og blöð? Ég var ekki. Nei, ég er alltaf, nei, alls Alveg ekki. við kemta það. Það er náttúrulega að vera kefti kúpin. Ég var að reyna að fá Sko stelpa ég átti minn mér svo undan þér. Já. Þetta veit ég að þeir eins og þeir var að labba með sendinga Þú pizzu. sagðir að þú varst a nerd sem varst að spóland bæinn. Ég þurfti ekki að Þetta hljómar weird. Ég var pizzasendir Hvað sko. heldur þú að nörd Ég er síðan? ekki að hlaupa Bara heim í með. tölvunni. Nei, Veist það er þetta mikill Heldur munur á ekki bíla? nörd og lúðum, sko. Sverri Það er Særbónd og rauður nörd. sportbíl. Já, ég veit, þetta er alveg rétt. Það er svolítið geggjað, þú var 4-4-1. Nördarnir eru flottast. En sko, Þú ég var ekki gef, stig þarna, sko, Steindi. Steindi, ég er í stemnings, ég stuði Já, þetta. fæ ég Ef stig? þú áttir rauða sportbíl í Mosó, punktur. Hvað, býtu, manstu, við vorum alltaf í rauðibílinn sem var, manstu, allur skýtur leifðubílinn. Ertu eitthvað rugglar? Það er ekki sportbíl. Rauða ógeð hérna sem alltaf fyrir utan hennar. Allur skítur leifður. Það er að Já, hræðilega. þú veist, það mátti fretta og borða í honum og allt þetta. Ég má Það ekki, var aldrei bannað í okkar bíl. jú, það má ekki fretta í bílum hans blöð, sko. Það er bara að það fara straff. Ég veit ekki var á punkt. Maður fær straff í bílnum. Ég báði ekki hann á mínusti, sko, bara fyrir að segja þetta. Mínusti? Það er aldrei verið, Manstu hvernig þessi bíl var? Já, ég átt hann í mörg ár. Þú veit að heiti hvernig, ég átt hann. Þú getur ekki gallað þetta sportbíl. Nei, ég Sverri Bergman með 150 höf undir húttinu, sko. Já, ég veit ekki svo hvað það þýðir. Hestöfl. Já, ég veit, þú veist. Ha? Ok, heyrðu, áfram. Þú átti rauðan Ég þarf- bíl, ég skal gefa þér það. 4-4-1, þetta er tjöfull er þetta spennandi. Hefur þú keirt Sauðárkrók, þetta er döðu farið við því, en að núna stendir fór punkt. Hefur þú keirt Sauðárkrók, kolvittlus,
Í leita markmanni meðan það beður Lucky Lady heima hjá þér. Leita markmann. Þetta er nei hjá mér. Ég veit neitt sem fær punkt hér eins og Hvað þýðir þetta markmaður? Markmaður er smokkur. Já, takk Billy Boy. Markmann smeklar orðið en smokkur til markmaður. Leita Billy Boy. Gott að setja sér markmann. Allir sem að hlusta og eru að spá svona samlífi kvöld, setja markmannina. Markmann, ok Ég er ekki blöð að vera að leita ykkur markmanni sko. Nei. Það er líklega En já, takk Þetta grínast. Hitti ég á þetta. Þetta er ótrúlega. Nú þarf ég bara að útskýra þetta þegar maður gefur heim Djöfull ertu Og Þetta var funny. ákvæmt ég var rand og liði og veist. Nei, þetta var allt Þetta var góð saga að segja frá Grunan að fengi einhver aðstof frá Kös í þessari kemni sko Átti að landa kös. Átti hann alveg kartón af markmanni. Nei, þetta var ekki Far í landaköss. veskinn hans eftir hann tók hann út til að láta hann fá. Það var snáður í landa og Smokka markmann. farið. Nei, þetta kös hafði bara Þú fórst ekkert til með þetta að gera Árnageirs? Já, ég fór til Árnageirs, já Já, græði það markmann. Já. Vartu svo lucky eftir það. Herðu, já, næsta Ok, spurning. það er 4-5-1. Það stendi. Varst þú punktana? Nei, þetta er ekki mín keppni. Er umræða í gangi, álfur umræða, að búa til styttu með þér á króknum? Nei. Jú, það vist álfur umræða. Það eru tveir trúðar. Ég hef einhver veit og það er ég, sko. Er það málið? Já, við erum volt, sko. Við erum búin að vera hérna í bandi við hreppstjóra. Hreppstjóra Já, hreppstjóra. Málega, veistu, Og bakarann og Fyrst átti allar. þetta að vera bara blöð, nú getur þetta að vera Pavel og blöð, sko. Og Pavel getur að vera hald á blöð. Ó, það er þetta rosa Blöð getur Ég bara stið verið- það Er blöðið bleiðu þá? Já, Er hann bara hann er- Pavel Nei, ég segi eftir, er hann að halda þér? Pavel er ekki að halda á blöð og láta hann rópa eitthvað hann, sko. Það var aðstæðanlegt, sko. Ég held að blöð var í svona Hvað meinar, hann halda á fullorðnum? Hann er miðju Michael Jackson movie með hattinn og hanskan og allt það og Pavel er svona bara eitthvað stemningsmaður með hann. Já, Er það ekki? Næsta Jú, spurning. ég meina ég er til. Já, við bara allt, já Þetta er svolítið Viltu okkar að Pavel- ákvörðun. viltu að Pavel halda á hann? Ég til í það. Ef hann væri að halda á hann, þá feist mér eins og blöð að ég verið allavega krakki. Það var bara eldri mynd á hann. 4-5-1. Hefur labbað gegnum hálfa sögurkrók með því eina markmið að fara í sleik. Nei, ekki halva sögurkrók. Ég labbaði hlýðina. Nú er 5-5-1. Þú þarf punkt núna, Sves. Ég er bara því miður ekki hérna, sko Með það eina markmið og hvað? Varstu Ég var ráfandi nýbúin það? að horfa Beverly Hills 902. Já, þetta er frækt enda fyrir núna Gerðu þú þetta aldrei? Nei, Þetta var ekki eitthvað króksarðardæmi. Nei, þetta var blöð, já Það var blöðið mig. Herru, síðast Nýbúið að skrifa bréf. Fórst út bara í leðujakka og í rigningunni og bara eins og okkur þáttur. Sko, Það var blöð, ekki ég þarf að fínt klára þess tvær. Þegar þú varst lucky í fyrsta skipti á króknum, komstu þá valhoppandi í bæjavinnuna daginn eftir? Valhoppandi? Þú veit, menn meita hvernig þú valhoppar. Stendi, veit ekki sínt hvernig þú valhoppar? Ég nenni ekki að standa upp Já, en það ok. er svona þú tekur hálft skref í einu. Ég hoppa svona. Ég var ekki valhoppandi. Sko mála það á reynu. Bara Ég veit að ég er til í fórið sem því í mómentinu. Þurfum að vera heiðarlegir, þú ert alltaf að drullið mig. Já, ég veit alveg hvað að vera að tala um hana. En ég var ekki Komstu valhoppandi? Nei. Skjálbrú, Sverri, mér grunnar að þú hefði verið þarna. Ég var það, já Getur þú útskipt það fyrir mér og hlustundum? Þetta var bara stórkostlegu dagur, við vorum að rífa niður eitthvað hesthús Ég var ekki valhoppandi. Nei, veist ekki, hann Hversu kom létt- ekkert bara eins og Mary Poppins hann með reglíðun inn bara, djöfum þetta En gegg hversu, var létti var okkar mannið? Já, auðvitað, þetta var stór máli okkur Fyrst í félagina, hérna, já, vissi að sveindómi Þetta var, ég man eftir þessu degi bara svo ég gerst í gær, sko Já, ég man eftir þessu. Vissulega, ég var mjög gladur. En ég var ekki valhoppandi. Jú, þetta er, ég er búin að gefa það punkt, sko, komið punktin sko. Síðast það. En sko, Sverri, þú er ekkit. Nei, ég var ekki valhoppandi Hefur þú drukkið landa á króknum með landaköss? Já. Það lítur að vera Það var allir gæstilt. Akkur af allir gert það. Var hann að brugga? Þú er drukkið landa með landaköss, en ekki á krók. Ekki á krók. 7-6-1 Er ég king of krókn? Það kemur ekkit. Hver er að fá Kemur stífur? þetta ekki óvart, það, já En Egil, þetta lagði fyrir þig. Það kom meiri gírin. Thank you, man. Hárið þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og drengir, tíminn er búin að hlaupa frá okkur. Nei, það er ekki að fara í keppni, við lofum að fara í keppni. Svontulega keppni. Já, sko, ég var enda á henni það. Já, þú veist. Sko, ég elska old fashion keppni. Já. Ég er að fara í Þú varst að vinna eina útskrift núna svo og- eftir. Já, Svess vann áðan. Ég var að mættu 7 í útskriftavislu. Þannig að ef ég fari niður út fyrir 7 þá er ég góður. ok, flottilega keppnin og já, þemaðið er basically að þú ert á dansskólinu, það kemur eitthvað lag og já, hvaða lag ekki verður bara- að dansa við? Var þetta ekki búin að þér að fara á skemmstæði kvöld og Jú. þannig dæmi? Það var akkurat svona tengingin í Ekki? þetta. Jú, Hver vil byrja? Svess?
Sko, ég skal byrja. Ok, er þetta ekki bara blöð, svessi Já. og ég enda þetta? Bara, þú mátt ráða Að ég get verið bara, hvernig sem ég líka Ég er með lagið Ég er tilbúið með lagið Herru, þið vitið það, drengir, þegar við mínútu sem að þið með spilu lægin, við getum þetta stytta því að klukkan var margt og við eigum að vera mættir í keilu á réttum tíma. Ég þarf 55 sekundur á mínu lagi svo fólk náði því, algjörlega, kom inn í gýrin. Ok, ég ætla að byrja. Ef að þetta lag kemur á dansskólinu átóðu kvöld þá geti ég ekki annað en dansa, þeir eru tilbúinir og það er ekki hægt að rakka þetta niður því að sko ég held ég að vera með þetta lag líka fyrir 10 ára síðan og þetta er ennþá bara mínum að það lag sem ég myndi alltaf dansa við. Þetta er okkar besta vinkona Rihanna. Ég þarf ekki meira en þið verða við ekki Já, þið voru byrjar að dansa þetta. Frábært lag, ég náttúrulega elska Rihannu og bara, ég ætla bara að gefa þið flotta engu fyrir þetta. Þú elskar líka beer og heitan pott og red wine líka. Já, elskar fyrsta hlutum. Ætla bara að segja allt sem ég elskar Og börnin Gaming En þetta var hérna vel gert. Góð byrjun. Þetta var Þetta er geðvöld 1:30 inn á skemmtistað eitt óskalag og þetta var framlag blöð. Hvað er frá þér, Steindi? Nei, Svessi næstur. Ég er næstur, já, það er vinstasta lagið á mínu heimili. Það heitir því einfallega namni Boom. Hvað er það, Tiesto eða? Boom Býtu hérna kemur Það er þetta, excellent choice Það hækka vel í þessu, það er mjög mikilvægt að menn hækki vel í greið. Þú veistum allir að selja lagið hans. Nei, vel gert að hendi í Tiesto Nei, þetta er mjög einfalt. Klukkan er 1:30. Boom Hérna kemur lagið hans Svessa. Tiesto Bring that ass back like a boom, 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 boom. Það voru viðkynast að Steindi byrjar að dansa. Já, sko Ég dansaði bæði lögin. Komið sterk lög Það er góð gæði í þessari keppni Þetta er 2 álfur lög, Sko Pressa á þér núna, Steindi, að dröggla ekki Já, það er rosalega pressa. Ég er að fara í svolítið annað pakka, sko. Ég er að fara svolítið bara í smá 70, sko. Hæ? Já, ég ætla að fara alveg langt tilbaka. Ok. Og ég sé bara fyrir mér, þú veist, ef þú ert þarna 1:30 þetta lag, ég seti þetta lag ofta á heima, sko. Þetta er eitt af mínum uppáhald, sko. Þetta er svona stemningslag. Ok. Og ég, sko, það er ekki hægt að hlusta á þetta lag lágt. Þú veist, fólk verður núna að skrú upp. Já. Ég er bara að vera að stóla það, að skrú upp. Skrú allir upp. Og þetta lag heitir Higher and Higher með Jackie Wilson. Með Jackie Wilson? Já, með Jackie Wilson. Ég var næst ég búin að setja á vitlaust lag. Nei, Jackie Wilson. Higher and Higher. Higher and Higher heitir lagið. Er þetta lagið sem þú vilt fá á skemmtist það? Sko, klukkan 1:30 og blasta þetta. Hækka þetta. Já, hann er bara að tapa, það er klárt. Þetta er fínt að kveikja ljósinn og rusla öllum út, sko. Þetta er ekki 1:30 og allir með það, sko. Þetta er mitt framlagdrengir í dag. Það er rétt að vona að þetta lag kom ekki í kvöld. Og ég og Svessi vorum farin að dansa. Já, ég elska þetta lag. Þetta er geðvitt lag, sko. Egil sagði orður rétt hvaða viðbjóður er. Já, ég elska alltaf Steindór út af lífinu en hann er rugglaður, sko. Þetta er skrítið lagmaður. Ég meina, sko, klukkan 1:30 ég myndi dyrka heyra þetta með að nóttu á okkur Mitt mat er, sko, 2:31. Nei, Egil. Sko, áður ég svara. Ég er með playlistan Leður sem er svo besti playlisti á Spotify það sem öll nýjasta danstónlist sem kemur inn og ég langaði að margt sem ég langaði að setja inn og svo mikið nýju góðu stöff að koma út en síðan var ég að setja eitt besta lag of all fucking time og þetta 1:30 á átó það fer alltaf á liðina, sko. Guð minn góður, herru, þetta er lagið lag. Ég er að segja ykkur, ég er að fara að Ekki vinna setja Steindalagið aftur á. Ég held ég vinna Þetta Þetta er ekki Sko, Það kemur mér í gott skap every time. Við sáum það drengi, klukkan er orðin 6 og það er þétt dagskrá framöndan hjá En okkur það Svessa. náðu ekki að taka út af almenningur kýs í þessari frábæra keppni. Ég veit það, þannig að fyrsta atkvæði Nei, ekki Vinnur. upp í 3 Nei, við erum áttur og seinist. Nei, það er bara þétt dagskrá klukkan er orðin 6. Já, ég meina, gæði FM Sælir, Hvaða lag var best? Gilsarinn pakka þessu saman. Takk fyrir að ringja inn Gáðu sig úr lagið. Það helst ekki. FM, góðan daginn. Hver er það þykir þitt atkvæði? Gilsarinn, þakka maður. Takk fyrir hlustunum í dag. Þetta er 100-0 ef við tekjum 100 síntöl. Nei, alls ekki Þetta voru bara
Tveir snáðar sem voru ekki klófar í, þeir voru hlið við hlið Við minnum á FM 9 Þú fyrst ekki 1 punkt sko Lögkastir á þriðjudaginn. Við erum fartir í jam með Íslandsmeistaranum við Svesti. Takk fyrir daginn drengir. Og við verðum mættir hér eftir nákvæmlega viku. Og við skuldum auglýsingar og það fyrir langt fyrir löngu síðan. Takk fyrir í dag.